Ég heiti Guðjón Heimberg. Klukkan næstu 3 eftir miðnætti. Ég veit á kallinu að vera farin í háttinn. Sunna að klóra sér. Hún var að fá nagbein. Hún var að hjálpa mér að skrúa spýtur að hann. Svo hún fekk nagbein. Það er 21. janúar 2021. Við erum öll döpur og vondauf þessi dagana. Kvartar Sunna og vill annan nagbein. Hún er svo vörbal. Opinská. Svo hún líka fengið að vaða svolítið uppi, sko. Því hún er að vinna úr sorg. Svo ég seti henni ekkert vola mikil mörk þessi dagana. Það kemur bara seinna, sko. Við erum bæði búin að. Það eru bara 3 mánuðir síðan það fóru 2 hundar, svo maður að vinna með harmoníuna. Það er ekkert sem ég liggur á hjarta, það er ekkert sem að mér langar sérstaklega að tjá mig og ég var nú eiginlega búin að lofa sjálf mér því að 21 myndi ég ekki tala mikið í vídeóm á íslensku. Ég var að skoða arkífið mitt fyrir 2020 og 2019, það er greinlegt að ég fækkaði vídeóm 2020. Eins og ég átti ekki hana. En ég er svolítið komin á þann stað, sko, að það er ekkert meira að tala um. Og já, ok, við þarfum að fara út. Pása. Hvert var ég komin? Hundurinn þurfti að gera eitthvað úti. Nú heldur fólk örugglega að ég siti og standi eins og hundarnir vilja. Það er út með 1 hund sem er búin að vera í 2 ári, þú veist það voru 4 í mars í fyrra. Þá var hálft ár, nei, þá var 1,5 ár síðan að Ljúfur fór, þá hefði það verið 5 í mörg ár. Fyrir hana sem að var 18 mánaða þegar hún kom til mig inn og ég var þá held í 7. eigandi. Fyrir utan það hún er svolítið einhverf og tistig. Hún er svona væga einhverfu. Þú veist hvernig það fólk er. Það tekur eftir öllum smáatriðum. En það hleypir þeir ekki inn fyrir ákveðin ramma, nema sumum. Þá fór þeir að fara alla leið. Þetta er svona skrítið og svo er svona hegðunar mynstirinn þegar verið að sýna hvað rammin liggur og þá er ekki hegðunar mynstir alveg rétt. Boðleiðirnar er ekki alveg. Og mér finnst allt í lagi fyrir hund sem verður 11 ára eftir 10 daga og hefur þessa fortið að hafa orðið fyrir miklum áföllum fyrstu 2 ára ævinnar og síðan lifaði mjög gott félagslegt öryggi í svolítinn tíma og svo bara allt í einu á mjög stundum tíma missa alla. Og mig grunar að hún kennir mér líka svolítið að þetta síðasta. Það finnst mér bara allt í lagi að í svona hálft ár það er ekki að því að hún virtist vera að byrja að fá í olnboganum daginn en það getur líka að vera bara hluta áfællinu. Hún er að fá ekstra lýsiskamt núna. Og ég nota svolítið hérna gömlu gestalt aðferðina. Það er til heilunar aðferð sem að byggist á því og leggur hendina á en það er ekki nóg. Þú verður að hugsa eitthvað sem þú elskar, algjörlega. Og þú getur fundið eitthvað sameiginlegt sem báðir aðilar elskar, þá býrðu til alveg svakalegt orkuflæði.
Þeir sem ná lengst með þetta, þeir geta sýnt fram á hvernig þeir geta brætt plastflöskur og kveikt í pappír með þessari aðferð. Það myndast alveg svakalegur hiti í lóðunum. Þetta er fullt af efni þetta sem þú getur grúskað í, sko. Það er ekki nóg bara handa yfirlagning, þú verður að beita fríkvensi. Ég verði að gera svolítið af þessu að halda olnbogana, búa til svona kösp fyrir kösp svona eins og króna, svona eins og grip framan á stöng eða framan á stöpli. Kösp getur líka verið brottur en kösp grípur. Það má segja að þú setur liðkúlu inn í kösp, má segja, til dæmis. Gripla. Þannig að þú leifir olnboganum að hvíla í og svo vinnur með þetta orkuleiði. Og fyrir dýr sem er kannski illt á þessu svæði, hún getur líka bara verið með gigt, þá bara aðeins að nota róandi rödd og svona og samningaleiðir til þess að hún slaki á inni eða sko. Það virka fallega húsun sem er ekkit endilega jákvæð húsun sko. Eða sterk húsun, finnstillingar. Þannig að mér er bara allt í lagi að hún fá að vera smá prinsessa í allan og hálft ár. Sko vanin er sá með þegar við verðum 8 dogpack og alls konar hlutir sem maður farið gegnum þetta. Þá er ekki verið mikið að pampera hundina hérna sko. En ekki spurja vini mína út í þetta. Hvort Nú að sátt núna að ná sér neglunar. Það var alltaf verið áhugamál hjá henni. Svo hvernig eyrun er. Já, Ísland í dag. Ekkert meira til að tala um. Maður getur náttúrulega að tala um eitthvað alltaf. Ég átti samtal við góðan vin daginn. Og hún var búin að segja mér að hún misti mömmu sína og ég vona að hún fyrirgefi mér að ég ætla að tala með það. Það veit enginn hver hún er. Ég vissi það alveg, hún var búin að missa mömmu sína í 2020. En ég var búin að sjá aðeins klippur hér og þar í erlendu umræðinni þetta með hvernig kommunista COVID lokar eldri borgara bara inn á hjúkrunarheimilum og lætur þau bara deyja. Stimplar svo COVID á dánavottorðið og svo sér þú daginn eftir 23 eða 25 hafa dáið á COVID. Þessi 5 sem dóu úr 5.000 bólusetningum, þeir dóu úr ykkur undirliggjandi sko. Og þú er búin að horfa á sko vídeo eftir vídeo og lesa grein eftir grein af fólki erlendis sem er í örvæntingu að reyna að vekja umheiminn til meðutundar að nánast allt þetta, öll þessu COVID-dauðsföll eru fólk sem var sett í þar aðstæður og það var bara uppskrift að dauða. Bara nánast genósæt. Margir eru hreinlega kallaði genósæt. Og og síðan frásagan af því henni umbreytt eða subverted. Undirróðursbreytt, breytt, subversion. Undirróðursbreytt. Ræð, undirrætt, Ég var búin að fletta, subversion er undirróður eða umbreyting, umskipting. Það er fínt orð, umskipting. Subversion. Maður getur ekki alltaf þýtt beint, sko. Það er eitt af því sem er mjög algengt í dag, menn þýða bara beint.
Sko, hún segir við mig, og ég bara fyrirgefðu aftur sem að ég að fara yfir einhver mörk. Hún segir mér í einhverju samtali frá því þegar mamma hennar mátti ekki hitta fólkið sitt. Hún var að hringja í börnin sín og farast úr einmannleika, sjúklingur, fárveik og hrörnar hratt og grátandi. Ég myndi allt inn eftir vídeo og segja að því sem Max Sigan hafði notað í einu af vídeónum sínum. Það sem kona á Bretlandi held ég. Og hún bara var fyrir framan gluggann í seturstofu hjúkrunarheimilisins. Það sem mamminar var í hjólastól á baku og þær báðar grátandi. Það fá ekki að hittast. Og svo kemur sjúkraliði og bara rúllar gömlukonin í burtu. Og svo var dregið fyrir. Og við náunga eins og mig sem rækta engar tilfinningar. Þá var maður búin að svona kannski sjá eitt og annað, svona fólk minnast á þetta, en maður er búin að vera svo upptekinn af svo mörgum öðrum legum. Þetta eru svo stór demantur, það er svo margar hliðar á þessum slípaða demanti sem verið er núna að nota til þess að kljúfa þig. Að fyrir mig sem er bara einn í heiminum, þá var þetta eitthvað ekki stórt atriði. En ég áttaði mig allt í náði að þetta er eina atrið. Alls ekki 2 mánuðir síðan að þetta vitundaratvik átti sér stað. Kannski mánuður 1,5. Ég hef geymt að fjalla þetta því ég veit ekki hvernig á að gera það. Og ég náttúrulega fer svo út í einhverja abstrakt filosófjur og svo tala ég að helvitis kommunistarnir þeir lifi í abstrakt heimi. Hvernig heldur ég fatti kommunismann? Hvernig heldur ég fatti fallnagengið? Ég er ekkert næs. Ég er reform. Þetta var fyndið. Ég allt í einu áttaði mig á því, þarna fyrir 6 vikur síðan, að ef antivista gengi myndi vilja sigra þessa baráttu, þá ætti það bara að fókusa á þessar persónulegu frásögur, þessu mannlega þætti. Þarna var þessi manneskja. Ég hef engan áhuga á x 1000 dauðsföllum í Lombardí og Ítalíu. Mig langar að sjá hver einustu persónulegu sögu. Mig langar að sjá dóttur eða son eða dótturdóttur eða dóttursson segja frá ömmu sinni eða afa sínum hvað hann hafði unnið við, hvað hann hafði gert í sínum frístundum eða ferðalögum, hvort hann hafði ort. Afi minna fyrrverandi að vinna við trésmíði. Trésmíðan sem hann vann í var mikið með eik. Þú veist hvernig það var með lungun í hólki? Andaði sér eikarsæði. Þeir sem unnu við skipasmíðar í gamla daga, eikarskipin gamlu, þeir voru yfirleitt dauðir 60 bara úr lungnasjúkdómum. Ef ekki fyrr. En svo sat hann með litla útvarpið sitt á kvöldin og hlustaði á óperur. Kunni textana þeim.
Alltaf eftir matinn og fekk hann sér eina peru til að taka bragðið af matnum í burtu. Eða epli eða eitthvað. Við gera svona leigir ofan á meltingaveginn. Til að fá góða meltingu. Persónulegt. Þegar hann var hættur náttúrulega að vinna og hlustaði mikið óperu, þess að myndlega fór hann í gönguferðir á hverjum degi fyrir lungun sinn og eins og kallar og síkileg gera, settist á einhvern bekk á einhvern torg, 2 götur í burtu og þar voru alltaf 2-3 kallar sem hittust þarna með stafinn sinn og settust og þeir mundu eftir því hvað þeir höfðu verið að gera 1942 í stríðinu. Þetta var sem sagt móðurafi minna fyrirrandi. Föðurafi hennar, harður, algjör töffari, hann var svona, hver einasta hugsun í öllum hans skrokk var svona þétt, einbeittur, prófessor. Við ætlum ekki að tala kettlinguna, hún var rosaleg. Ef ég þurfti að þagga niður í minni þá uppnefndi ég hana eftir að því hún með ákveðin tón að því þær voru samnöfnur sko. En ég gat ekki komast upp með að nota það oft, ég gat bara að nota það spari. Þurfti virkilega að lægja öldur sko. En síkilega náttúrulega alveg sérkapitulega, maður að læra og ýmislegt þar sko. En gamli, þegar hann opnaði sig til þess að sýna Íslendingnum að og eru fleiri búin að sjá ýmislegt í lífinu heldur en einhverju vitleysingur úr Norðurhöfum, þá fór hann að segja frá því þegar hann var í Líbíu í stríðinu og þeir voru að hörfa frá þegar Bretar náðu að snúa vörn í sókn og þeir voru að þvælast á svæðinu frá Cyrenaicu til Líbíu, til Trípoli jafnt og þétt að hörfa með snildar herstjórn Rommels og það var svolítið grund á því góða meðal ítalska liðsins og þýska liðsins því að ítalska liðið í rauninni stjórnaði ítölsku herforingjarnir í rauninni stjórnuðu á pappírum en Rommel réði. Og svo var þetta líka spurning hver fengu vistir á réttum tíma og hvernig, þú veist, og þegar 2 þjóðir berjast saman, Bretar og Bandaríkjamenn hafði þetta mjög einfalt í 44 í innrásinni í Normandí. Sunn! Nú byrja að rífa sængina mín. Þá bara fóru breskir svertingjar fremst. Það á eftir hvítir Bretar og svo komu kanar með myndavélarnar. Þannig var Normandí. En fasistar reyndu að vinna saman. Það gat verið flókið, þannig að það voru svona ekki alltaf alveg vinskapur á milli, sko. Akkur voru við fremstir þarna í þessari víglínu og akkur fáið þið bestu vistinar og þú veist, þetta er allt svona subjektivt, sko. Svo lendir hann í því að hann er í umsátursástandi á einum eftir ykkur á orustuna á bardagana og hann endar í ykkurum sprengjugíg og hann og annar þjóðveri svipuðum aldrei báðir bara fótgönguliðar með rifla voru svo heppnir að þeir náðu þarna með sér onni í gröfina einni 50 kalibera vélbyssu með sér og einu belti í byssuna að þeir voru svona vissir allan það ef þetta væri þeirra síðasti sólarringur að þeir færi allan ekki einir en hvorugur talaði tungumál eins og þeir voru þarna í einhvern sólarring 1,5 áður en að það komst jafn og já og félagar úr annari hvori hertildin en gátu redda þeim sko. En þeir báðir kunnu Ódysseifskviðu
með einhverju svona í milli þess að þeir voru þarna í hólunni svangir og klósettpappírslausir, skítræddir í ískaldri eyðimörkunóttinni og sjóðandi steikjandi dagshitanum, að reyna að finna út hvort þeir gætu talað saman, ekki beinlinis kannski vinir þannig sko, þó þeir væru samherjar, en þeir fundu út að báðir elskuðu Ódysseifskviðu, Hómer. Báðir höfðu lært þetta. Á fyrirluta 20. aldar var mjög algengt, til dæmis eins og hann John Taylor Gatto talaði. Hann sagði sko fyrir 1950 áður en sósíalistar yfirtók allt skólakerfið, þá voru allir krakkar látnir lesa Galliuferðir Sesars, hundleiðileg bók en þú lærðir taktik. Nú kann engin taktik. Art of War, Gorin og sjó eftir Miyamoto Musashi, Galliuferðir Sesars, þú lærðir taktik og þú fattaðir að þá var verið að beita þig taktik. Ég er að aflaða. Ég er að hlaða inn orkið með, sko. Þess ná ég vera farin í hátinn en klukkan 3:30. Ég var sem sagt að eyða út nokkrum enskum vídeóum af YouTube-inu mínu og sem sagt að setja 8 klukkutíma langan fæl inn í arkífið. Þetta er fyrsti arkífæll 2021. Ég man þegar að hann dó, hvað 1,5 ári seinna úr krabbameini. Ég gleym honum aldrei. Ég hafa búin að heyra systurnar, og þeir eru 3 systurnar sko. Mín var elst og svo 2 yngri systur. Þetta var ég búin að heyra svona hvernig þær töluðu afa sinn sko, en hann nagla sem hann var, agaður, einbeittur, viljasterkur, brynjaður. En ef hann ákvað að opna gáttina þá sástu eitthvað og þú gleymdir því ekkert. Hanna í Hollandi, gleymi henn aldrei. Hún var 12 ára þegar hún lendir í stríðsfangabúðum Japana í Indonésiu, hollensk. Það voru hollensk nýlenda þá. Og skelfingin sem að þær upplifðu, þetta voru kvennafangabúðir sem hún var í, hún og mamminar, öll stríðsárin frá í ársbyrjun 42, eða frá því í rauninni desember, janúar 41-42 og fram í ágúst 45. En svo voru þær áfram í nokkra mánuði, heldur 3-4 mánuði eftir uppgjöf Japana, og voru þær áfram í fangabúðunum. Vegna svo þó að það hafi komið gúrkahersveit, það kom gúrkahersveit þangað sem að fangabúðnar voru á Jöfu. En leiðum þeir koma áttaði sig á því að japansku hermenninir sem gættu búðana hafði gætt fangana, að indónesískir skærulegar sátu búðinar til þess að drepa Japanina. Og þessi skærulegar, þeir vildu losna við Evrópufólkið. Svo Evrópufólkið á búið átt að segja á því að ef að Japaninir sem að gættu búðana myndu bregðast, þá væri bara út þær. Það var reglulega sko, ef þú hljóst á milli skúra bragga í búðunum, þá máttir þú búast við bara riffilskoti sko, utan úr skóginum í kring. Þannig að þær voru miklu hræddari þess að 3-4 mánuði eftir stríðinu lauk, heldur en allan tíman á meðan Japaninir hugsuðu þær. Og eitt sko, maður var alveg uppi að heyra alls konar tröllasögur af því hvernig Japanir fóru með stríðsfangana sína. Ég hef reglulega í vídeónum mínum sagt frá því hvernig þetta var allt sem að lígi og hvernig síðan bandamenn fóru með japanska stríðsfanga því að þeir drektuðu með öllum. Og eins og til að þegar bandamenn gerðu innrás, bandaríkjamenn gerðu innrásina í Filippseyjar, tóku Cebu-eyjuna, þar sem að Manila er,
minnir að hún heiti Cebu, ef maður rétt. Það voru 50.000 japanskir hermenn til varnar, þeim var öllum slátrað og rúmlega 200.000 filipínskum varnarliðum slátrað. Þegar þú lest þessu orðstöðu, þá þetta bara svona dettur á milli stafs og hundar, sko. Þú allt inn að fatta að, jú, kaninn misti að einhverja 20-30.000 menn, en varnarliðið misti 256.000 og það bara, já, þetta var náttúrulega bara svo mikið af fallbyssuskotum á ströndina, það var náttúrulega herskipin sem á dundruðu, sko. Það eru til fullt af lýsingum í Ítalíustríðinu og líka við það í Asíustríðinu, hvernig, sko, þegar innrásir voru gerðar, þá byrja á að, sko, neutralisera flotana og síðan bara raða stóru battleshipunum með 16 tómmu fallbyssunum og þá bara teppalagt með sprengikúlum, sko. Bara teppalagt með sprengikúlum margar kílómetrin í land. Svo náttúrulega loftárásir og þú veist, vegna þess að bandamenn sigruðu með framleiðslugetu. Og þeir rústuðu öllu. Allstaðar þar sem að þú horfir á stríðið, bæði í Kyrrahafsstríðinu, bæði Japani og Þjóðverja, það var allt surgical. Þeir pössuðu sig eins og þeir gátu að borgarar yrðu fyrir lágmarkstjóni og það var allt gert surgical. Loftárásin fræga á Rotterdam í upphafi stríðsins, þar voru bandamenn búin að koma fyrir varnar og vélbyssuhreiðum innan almenna borgara. Þeir notuðu almenna borgara sem skjöld. Bandamenn eru lígar að svín. Ertu að réttlæta Hitler? Núna er samfylkingin að vera að setja þig í fangelsi ef þú afneitir helfurinni. Já, okay. Ég hef verið í fangelsi. Það breytir engu lígar. Hvort þú fer í fangelsi fyrir sannleikan en ekki. Breytir engu lígar. Það er ekkert að gerast í fyrsta skipti, sko. Það er ekkert að gerast í fyrsta skipti, sko. En þú sér, sko, að ég fyrst átta mig á því hvernig Japanir komið fram við Evrópumennina. Frá konu sem var í stríðsfangabúðum Japana í 4 ár. Take that, an update on Wikipedia where anybody can edit. Þannig að þegar gúrkarnir komu til að frelsa búðuna, þá sömdu þeir bara við japanska liðið í búðuna og nokkrir gúrkar skildir eftir meðan aðal gúrkarsveitin fór áfram. Og þar til búið var að neutralisera þessa skærulega skrafta sem voru út allt á Filippseyjum, nei Filippseyjum og Indonésiu. Þá voru sem sagt nokkri gúrkar og gömlu japansku, allir sem gættu fangabúða voru oft eldri gauðarnir, sko, sem að ekki var hægt að nota sem fallbyssuvofur. Gigtveiku kallarnir, sko. Þannig að hann í 3-4 mánuði var bara allt í gúti, sko, meðan gúrkarnir, indversku gúrkarnir frá Nepal og gömlu japansku kallarnir með lásabyssurnar sínar, pössuðu hollensku kellingarnar. Þangað Bretar voru búnir að koma sér þannig fyrir að þeir gátu almennilega frelsa allt svæðið og róað allt saman, þetta tók tíma. Hún sagði mig frá því til dæmis hvað var merkilegt, sko, til dæmis þegar hún var gift mannfræðingi löngu eftir hún fór til Hollands og kláraði að mennta sig og svona. Það er mjög skemmtilega sögur að segja frá til dæmis þegar Ísraelar voru að gera tilraunir með samvirkjubúin sín og eins hvernig var að búa meðal frumbyggja í Kenía. Gleym aldrei sögun hennar af því þegar það dó kenísk yngri kona held ég, eða meðaldra kona. Það var fyrsta reynslan hennar af þessu.
að því maðurinn en mannfræðingur hafa náttúrulega stundaði rannsóknir sko. Og þau bjuggu ég held í 3 ár í Kenía meðal, ég man ekki hvað ættflokkur það var, örugglega í Serengeti. Og komu nokkra kettlingar á træpinu, settust í kringum líkið og grenjuðu og æftu og góluðu og alls konar sko. Hún sagði, ég horfði á þær, hún bara þarna ung kona sko, skvísa, vestræn skvísa, sem að veita sannleikan kastljós og sannleikan hús og híbýli og hvernig á að hafa, hvers konar gólvefni á að hafa og hvers konar eldhúsinnréttingar og hvers konar eldhústæki og hvernig bíllinn á að vera og sannleikan loftslagslínunina og hvernig stjórnmálinn að vera og allur þessi pakki af hugmyndum sem þetta fólk er með svona jungle inn í haustum á sér sko. Og hann horfði hún á konur á öllum aldri. Það sem kaþólskur presturinn eða einhver gúrú hefði komið og beðið fyrir sálinni, þá komið þær og ráku alla illa anda frá og auðveldu hinni látnu að fara yfir, kvöddana, senda hana yfir, blessuðana og rifu tengslin á henni frá henni, svo hún yrði ekki afturganga eða ykkur að flækjur og svona dót sko. En leið sagði hann að mér frá því, hún sagði, ég ætlaði nú bara, þetta var nú bara eitthvað sem var algjörlega alien fyrir mig, en svo náttúrulega því ég náttúrulega miklu meiri Indónesi heldur en Hollandingur, já náttúrulega þarna, hvað 18-19 ára sko, þegar hann fyrir til Hollands í fyrsta skipti á æfinni, búin að búa í hitabeltin alla æfi sko. Hún sagði, ég tók bara þátt í þessu. Og þegar þetta var búið, þennan sólarhring sem þetta tók, ég veit ekki hvað lengi, þú veist, tekur einhvern x tíma eftir træpi, þá tók ég eftir hvernig sorgin hafði verið sko, það var, ég tók náttúrulega ekki eftir því strax, hún sagði sko, ég tók eftir því svo þegar kom svo útförinni og vinnur og svolítið saman að þetta hafði áhrif á hvernig þú vinnur úr sorginni. Eins og með Sunnu, ég held hún ásaki mig fyrir það að ég leyfði henni ekki að fara á, þá var komin vetur í október, bíllinn alltaf að bila, hún vildi fara á hverjum degi á svæði þar sem eru grafnar og gera það sem kenísku kettlingarnar gerðu. Sérðu mig, veist. Eitthvað í sál hundsins veit að þarna brást ég kontraktinu. Ég brást ykkur sáttmála. Og ég veit ekki hvernig ég á að leysa það. Ég mist aðra hunda, aldrei brugðið sáttmálanum áður eitthvað. Og ef einhver ætlar að skrifa mér þetta, þá bara piss off. Þetta eitthvað, hérna eina leyndartómum lífsins. Ok, ég veit allt dauðsföllin og allt grímurnar og allt PCR, en mig langar í sögurnar. Ég var til þess með alls konar hugmyndur bandaríkjamenn. Af því ég hef hort á bandaríska bíómyndur og bandaríska sápuóperur. En svo var ég einhvern tímann að ræða þetta við Hönnu, hún sagði, þú þarft að fara til Bandaríkjanna og ferðast. Nú, þau höfðu unnið að mannfræðirannsóknum á Flórida. Það eru reservations á Flórida, þú veist það. Kallinn gerði ykkur mannfræðirannsóknir í Bandaríkjunum, þau voru þar í 2-3 ár. Svo við sátum í garðinum hjá Hönnu í hollenska sumrinu og spjölluðum bandaríska menningu eins og Hanna hafði kynnst henni. Kona sem hafði búið á Indónesíu, búið í Ísrael, búið í Kenía, búið í Hollandi. Því Holland verið alien fyrir henni þegar hún kom þangað fyrst. Hún hafði verið alin upp sem alien í Indónesíu, hún hafði alveg einstakt sjónarhorn á fólk. Og svipað liti þá kynntist ég hjónum íslenskur náungi sem menntaði sig í Bandaríkjunum og giftist bandarískri konu og hún frá Kansas.
Hún les biblíun á þýsku því að hún úr héraði þar sem þýska fyrsta tungumál veistu hvað mörg héruð í Bandaríkjum Norður-Ameríku þar sem franska fyrsta tungumál. Googlaði það eða DuckDuckGo eða DuckDuckGo, notaðu leitavélina þína, fyndu út hvað eru mörg frönsk héruð í Bandaríkjum Norður-Ameríku núna og hvernig það var 1890 athuga hvort þú getur gert samanburðar á því. Þú veist til dæmis að það mjög mikið af þýskum héruðum í Texas það sem bara töluð þýska eins og hún var töluð í Þýskalandi árið 1850 sko. Og þeir hafa gaman að segja frá því hvernig bandaríski herinn var eiginlega hálf hræddur við að senda á til Evrópu í stríði sér í heimsstyrjöldinni. Það sem þú veist ekki árið 1916 þá voru Bandaríkin í rosalegum vandræðum því að þýskt ethnicity í meirihluta í Bandaríkjunum en ekki breskt eða engilsaxneskt. Þó engilsaxneska sé töluð í Bandaríkjunum þá eru sko mið-Evrópu þjóðverjar, Austurríki, Holland, Norður-Belgía, Suður-Þýskaland, Slesvík-Holtsteinland, Prússland, Tékkland, Súdetaland, stórt svæði. Ef þú horfir á ethnic make-up af bandaríska svæðinu, ég hef skoðað þetta nokkur sinnum. Þetta er vinur minn eitt benti mér á þetta. Að í efsta sæti eru Germanics og Anglo-Saxon eru held í 7., 8. eða 9. sæti. Þeir eru svo langt fyrir neðan af ethnic majority svæðum. Og gaman að skoða kortið, þetta er svona skipt í pínu í sko hreppa. Mjög áhugavert að skoða. En þess að ef þú áttar þig á þjóðarvitund og áttar þig á þjóðfélagsverkfræði og áttar þig síðan á þjóðfélagsvitund, nation state er nation state nation er ekki nation. 1916 var stærsta áhyggjumefni Pentagon. Það var náttúrulega Pentagon var ekki byggt fyrir 1950, piss off. Mest áhyggjuefni Pentagon 1916 var hvort að 30% af hernum myndi ekki bara gera sliðhlaupar þegar þeir væru komnir til Evrópu. Því að 30% af hernum talaði þýsku sem fyrsta tungumál. Hvernig áttur var að segja húnum og berja húna? Það virkaði svoleiðis áruður í Englandi en ekki í Bandaríkjunum. En þeim tókst það samt. Já. Sögunar. Einstaklingarnir sem fóru. Einstaklingarnir sem voru læstir inn á meðferðarheimilum og drepnir. Það er að drepa fólk með fleiri aðferðum en actioniðinni. Mér langar að sjá þessar sögur á netinu. Mér langar að sjá allt antivista gengið fara að segja frá fólkinu sem dó. Jú, við erum búin að sjá myndina á lækninum sem fekk Pfizer bóluefni og dó. Já, ég er búin að sjá þá personal story. Ég sá eitthvað viðtal fólk sem þekkti hann. Ég vil sjá þetta allt. Þetta er það sem við þurfum að sjá núna. Þetta er það sem maður þarf að koma framfæri. Þetta er eitthvað sem er ekki hægt að reyta skoða. Og þetta hittir í mark. En það er engin að vinna neitt svona vegna þess að við erum sturluð. Samfylkingin sem að rændi þjóðina 2009 og 2010 til 2012-13 sem á landlæknisembættið og á vísi.is og er með fjárfestingar inn í díkotadæminu og á risastórar eignamöppur í skjóli BlackRock og Vanguard
þeir ætla núna að fara að setja því í fangelsi ef þú trúir ekki á helförina, eða sem það sama á ef þú er trumpisti, sko. Ef enginn séð viðtölin við fólki í fjölmiðlum í Bandaríkjunum sem að líkja Trump-fylgjendum við nasista og slíktu lið, sko. Og Ku Klux Klan lið. Sturlun algjör, hún hér líka. Ég sá einhver póstaði viðtali við einhverja stelpu sem heitir eitthvað Tara eitthvað, sem var að skrifa bóluefnum og svona dót á Vísi, og hún var náttúrulega jönguðin í viðtala Harmageddon og leið og Frosti fann það út að hún vissi ekki neitt smallpox, að þá var bara meitillin tekin og hún var hendi og það var pjakkað í, sko. Og fyrirlitningin leyndi sér ekki, sko. Þú ert ekki sammála mínum sannleika og nú tekið þig og flengið þig, sko. Alveg eins og þeir gera á CNN í nafni hins heilaga kommunisma. Og að því ég var að horfa á þetta, ég nefntum bara að horfa á helmingin, hlusta á helmingin. Ég nenni ekki svona liði. Sorry með hrókan, það má ekki vera með hróka í humanismannum. Og svo ég veit alveg Hauk Hauksson, besservissir í Moskvu, sem að þykist vita meira en Guðjón Hreimberg alþjóðastjórnmál. Veitir enda slatta mikið, kalli. Ég bara, þú veist ég. Nei, ég hef séð ýmsa greiningar hjá honum alþjóðastjórnmál sem eins og bara, mig langar í vinnu hjá NATO greiningar, sko. Já, við það. En hann veit fullt af baunum. Þú veist, hann hafi talið fullt af baunum í grautarskálinu, sko. En hann gæti ekki fyrir sitt litla líf elda graut úr baununum. Berðu bara greinandar hans saman með arkífum mitt. Hann frábær gaur og maður tekur eftir því þegar hann lætur eitthvað fara á sig fara, þú veist. Nei, það var að tala við hann af virðingu, sko. Því hann búinn að áveitsna sér nafn og því hann líka langar í vinnu hjá NATO. Kann að vera pólitískt réttur í öllu sem hann segir, sko. Hrókin og tvískinningurinn og yfirborðsmennskan og hallaríslegheitin í íslenskru fjölmiðlaelitu er svo kjánaleg, grunnhyggin og takmörkuð. Og vilt þú ekki koma í viðtal í okkur? Nei. Fólk vil alltaf koma í viðtal í útvarpinu. Já, ok. En gaman, fyrir þau. Bjóddu þeim í viðtal. Langar þið ekki athygli? Nei. Mér langar ekki neina athygli. Af hverju þá að gera vídeóanni? Vegna sem ég líður aðeins betur með heimskuna í menningunni þegar ég er búin að tala við mynd af sjálfum mér á skjánum. Þess að ég hef ekki efna á því að fara til sálfræðings. Eftir að heila gengi sem er með því í vinnu rústaði tilverunum minni. Þetta er bara fullur á hatri og fyrirlitningu. Já. Ég hata þig og ég fyrirlít þig. En það er allt í góðu, sko. Það er ást. Ég fyrirgefi þér. Það er engar tilfinningar í þessu hjá mér, sko. En hvað með þig? Okkur varð hatur það fyrsta sem kom upp í hugunum hjá þér. Ég sagði fyrir 3 árum held ég, þá sagði ég, það er verið að undirbúa það á Íslandi að samþykkja Evrópulöggjöf sem að heimilar evrópskum ríkjum að ákæra aðra borgara annarra evrópskra ríkja fyrir hugafarslega glæpi. Til dæmis ef þú ert í Portúgal og segir eitthvað ljótt helförina, þá getur Þýskaland sent símskeiti til Portúgal og beðið að þú sett framseldur til Þýskalands til að svara til saka fyrir rétti þar fyrir eitthvað sem þú sagðir í Portúgal. Og það er verið að undirbúa það á Íslandi og þetta er partur af því. Og ég sagði fyrir 3 árum, þetta verður gert og það verður farið fram á það að Guðjón Hreimberg verði framseldur til Þýskalands til að sitja í fangelsi fyrir hugafarslega glæpi. Og viti menn, ég þurfti bara að bíða í 3 ár eftir því að byrjað væri að breyta lögunum og
umskipta stjórnarskráni vegna þess að stjórnarskráin bannar þetta. En það er ákveðin klásúla í bæði almennum hegningalögum og í stjórnarskráni sem segir að það megi ritskoða ef það sem þú ert að segja ógnar almennu velsæmi. Með öðrum orðum, ef þú ert að tala þannig að þú sett að hvetja til pedofílíu eða hvetja til þess að leggja niður lýðveldið, þá ógnar það almennu velsæmi. Það var pælingin. En eins og ég skrifaði greini fyrir það og fekk birta í Morgunblaðinu, þegar meiri hluta kosning á Alþingi brýtur anda stjórnarskrárinnar, það er að segja frumspekina sem hann skrifaði eftir, þá ert ekki lengur með réttarfar, þú ert ekki lengur með lög, það heldur lögleysu, þú ert ekki lengur með sjálfsvirðingu, þú ert ekki lengur með ábyrgð, þú ert ekki lengur með yfirvegun, þú ert ekki lengur með það sem að vestræn ríkismiðja og vestræn eða evrópsk menningarsmiðja hvílir á. Heldur ertu komin með farsa. Þú ert komin með andhverfu, þú ert komin með umskipting, þú ert komin með eftirhöpun af sjálfriðir, þú ert komin með abstrakt skugga af því sem þú varst. Og almenningur, hann sem ekki skilur þetta og ræðir þetta ekki sín á milli af yfirvegun, sem að, já, það er bara djúpt og flókið ef einhver er að tala um svona hluti, og ég er farin í ítarlega ofan í svona hluti í gennum árin, þá er undirstaða menningarinnar, því menning er saga hugsunar, þá er hugmyndir og hugtök og skilgreiningar og ábyrgð og íhygli og innsæi og sjálfsvirðing og gagnkvæmvirðing hrunin. Þá er stutt í það að fjölskyldumynstrið hrynji, það var reyndar löngur hrunið, en það er búið að viljandi taka það í sundur, og ríkið er orðið fjölskyldan, sem er afstyrmi, sem er umskiptingur. Ríkið í dag, sósíalistaríkið, er umskiptingur. Ríkismiðjan eins og hún hefur alltaf verið hugsað á Vesturlöndum þar til 1950 eða í rauninni þangað til 1920. Svo ríkismiðja sem við höfum í dag, þessi ríkið er orðið guð og fjölskylda og hugmynda eftirlit og hugsunar eftirlit og refsirammi og reglugerðarammi og orðafár, að þá er engin menning lengur, heldur siðmenning. Það er þessi yfirbyggingin sem var byggð ofan á menninguna. Og þegar frumspeki menningarinnar hefur rofnað og menningin sjálf hrunið eins og við upplifðum árið 2020, þá er siðmenningin sem áður hvíldi ofan á þessu orðin innantóm bygging. Hún er orðin draugabygging. Hún er orðin draugakastali. Og þá er það bara tímaspursmál hvenær hann hrynur. Og hversu hratt. Og hvernig fer fyrir kynslóni núna? Næstu 10 ár eða 20 ár skiptir nákvæmlega engu máli. Alveg eins og haustið 1944 þegar þýska stríðsvilin var hrunin og veturinn skall á og menn bara bíðu vors þangað til að dæmið væri klárað, að þá byrjuðu geðveikasta helfur sögunar þegar bandamenn tók ekki bara Dresden, þar sem drógu 400.000 manns úr eldhafi, bókstaflegu eldhafi, bókstafleg brennifórn á borgurum, heldur voru tugir þýskra og franskra, hollenska og belgiskra borga jafnaðar við jörðu. Þetta var alvöru helfur. Og það að afneita því og ræða það ekki og rústar almennu velsæmi. Og það er ríkið og menningin sem þú býrð við í dag. Og ég held ég við minnst á þann daginn þar sem ég stóð í röð í Netto, held ég, og ég líti hliðar og ég sé barnamatshilluna og ég allt í einu fattaði, hvað er ég búin að sjá oft á
á ævinni, því ég náttúrulega búin að ég er komin á þann aldur sko. Hversu oft hef ég séð mæður gefa börnunum sínum á síðustu 40 árum þennan mat, pakka mjólk mismunandi mauk og mismunandi hitt og þetta sem hrært út í sjóðandi vatn og gefur börnunum þeirra. Og ég man eftir því eins og til þess þegar ég sá þetta fyrst, ég pældi ekki í þessu vegna þess að föðursystir mín, hún eignaðist barn þegar ég var 15 ára og hún gaf þessu barni sínu til jafns barnamat og búð og það sem mamma hennar hafði gefið henni, að því amma var ennþá á heimilinu, hún var allir sveit. En 4 mánuðum seinna var ég aftur vitnað því sama, þar var bara kjörbúðamandur. Fyrir utan náttúrulega frænka mín gaf mjólk úr sjálfur sér, eins og hún gat, eins og meðan hún mjólkaði. Og það svo sem að ég var svo vitnað 4 mánuðum seinna, ættingi sem að ég bjó með. Hún misti mjólkina held ég eftir 3-4 vikur. Og veist, þetta er allt saman erðabreytt rasl, allt saman rusl. Við erum að tala um það að 60% mannkynið í dag, sérstaklega á Vesturlandi, með 60% gelt í dag. Og það sem við erum að upplifa 2020 er það andlega gelt, vitsmunalega gelt, menningarlega gelt, tilfinningarlega gelt. Ég skrifaði til dæmis núna, ég set athugasemdir hér og þar, en ég held að flestir viti að megnaði því sem ég skrifa á Facebook er bara djók, sko. Þó að sé svona sumt aðeins kannski svolítið beitt, þá, þú veist, ég fyrirlít þessa nútíma menningu svo innilega að ég get bara ekki fengið mig til að segja eitthvað alvarlegt við fólk sem maður getur ekki sjálft segja alvarlega, sko. Og þegar ég sá þetta, þú veist, umfangið á eitrinu sem að við erum orðin, umfangið á menningarhruninu sem er bara veldisvaxandi, það var 2-faldast ár frá ári frá 1975. Menningarhrunið 2020 var 2-falt meira á við menningarhrunið 2019. Menningarhrunið 2021 verður 2-falt á við menningarhrunið 2020. Þannig er þetta búið að vera eskaletast. Og eins og ég og fleiri hafa verið að greina í gegnum árin, þetta stemmir við öll svona menningarhrun sem eru þekkt. Og það er enginn að ræða, núna frekar en þá. Svo maður missir virðinguna fyrir fólkin í kringu sig. Ég var að grínast á Facebook í dag, þegar ég sagði sko, Guðjón, ákveður viltu ekki að vera eitt fólk í kringu þig? Hvað er vitleysa? Auðvitað vil ég hafa fólki kringum mig. Ég ákveður alltaf að vinda fólki frá þér. Þú ert að miskilja þetta. Engin radíus eða langur radíus. Við erum að semja radíusin. Stay the fuck away. Spilið er búið fyrir nútíma menningu og ef nútíma menning á næstu 2 árum stígur ekki á bremsuna, stoppar á heilbitibinu og segir, heyrðu, hver erum við? Hvaðan erum við að koma? Hversuna erum við hérna? Og hvert ætlum við að fara? Og afgreiðir í leiðinni þennan kommunisma sem að þessi 8% af stjórnluðu abstrakt pakki sem er með valdi, legum og umskiptingshætti að yfirtaka alla menninguna, ljúga til farsótt, búa til eiturefni til að sprauta í fólk sem er stélur kosningum, sem er búið að yfirtaka fjölmiðlunina, yfirtaka menntageiran, yfirtaka allt sem hún getur og umskipta því í eitthvað afstyrmi. Og 92% af fólki bara kvittar fyrir. Ég kom hann inn á einhver athugasemd og ég skrifaði bara einfaldlegan. Smitkví er ekki sóttkví. Og ef þú ert greindur með artificial intelligence,
PCR-skimun sem er 97% fölsk og greindur smitaður og settur á eitthvað sóttvarnarheimili, smitvarnarheimili, gúlag, varðhald án dóms og laga sem ekki er byggt á neinunum einhverju subjektífu mati í einhverju fávita sem er með einhvern titil, þá er það lögleysa. Og lögleysa þýðir að það er engin menning, það er engin ríkismiðja og þá erum við bara einhverja daga frá því allt byrjar að hrynja. Og meðan við sem borgarar erum ekki að bregðast við þessu með ábyrgri orðræðu, þá er spilið búið og þvílíkur stormur af athugasemdum sem er búið með niður maður. Frá fólkinu sem er verið að beita ofbeldi. Fólkinu sem er að fara að missa heimilin sín, missa fyrirtækin sín, fólk sem er skylda til þess að rústa heilsunni sinni með grímunótkun með því að anda þessi sín eigin CO2, til dæmis og raka og myglu og öðru sem myndast í þessu ógeði, sem neitar að ræða vísindin, rýna í vísindin, að aðtók hvort það sé verið að spila með það og einhverju spilling og þetta er náttúrulega að gerast allstæðar, þetta er að gerast í Rússlandi og Bandaríkjunum og Japan og allstæðar. Það reyndar mjög lítið í Japan reyndar, en þú veist hvað ég á við, þetta er á heimsvísu. Sturlunin er algjör allstæðar og allir í sumabókafræðinu. Ég tók 2 tíma pása því að nú er ég búin að vera svolítið að síðustu 2-3 árin að gefa svolítið skítkast í Carl Gustav Jung. Nú hef ég skrifað 2 bækur byggðar á jungisma og ég er búin að lenda í svolítið mörgum orðastað við jungista og það er fátt fólk sem ég fyrirlít meira en jungistar eftir að hafa komið stæði hvers konar pakk þeir eru og þetta er klárasta fólkið í samtímanum. Þetta er líklega klárasta fólkið innan humanismans, það eru jungistarnir. Algjör afstyrmi, algjör umskiptingar. En ég var að hlusta á upplestur úr einna ritgerðunum hans sem hann samdi mjög stuttu fyrir döða sinn og ég náttúrulega, eins og veist, já, ég hef verið með alls konar skítkast í Jung, sko. Það breytir ekki því að dáist það að kallinum. Ég er líklega einn færasti jungist í heiminum í dag. En var í lokasari ritgerðar svo snildar útskýring frá kallinum akkurat því ástandi sem við erum að upplifa núna. Samið í kringu 1960. Það sem hann lýsti hlut sem ég er búin að vera að tala oft í gegnum árin. Þegar þú missir tengsl við þínar eigin innri rætur, þína eigin dulspeki og lætur setja ykkur aðra afkára dulspeki í staðinn. Þegar þú samtímis missir rótfestu í þín eigin menningu, þín eigin træpi, þín eigin raunverulega nation, þá verður líf þitt án tilgangs. Það verður án stefnu, það verður án sjálfsábyrgðar, það verður án sjálfsvirðingar, en það mun fara út í algjöra regluöfgar vegna þess að það verður svo óöruggt. Það missir allt sjálfsöryggi. Svo það fer út í algjörar regluöfgar og refsingaöfgar og endar á að drekja sjálfur sér í hatri á einstaklingsgrundvelli. En það var eitt sem ég hjó eftir. Ég hjó eftir þegar hann G. Edward Griffin var að tala individualisma í fyrra. Og ég konstaði að Jung, ég er ekki búin að taka afstöðu til þessa atriðis í minni heimspeki, en Jung tók afstöðu til þess. Og hann sagði, rauninni getur ekki átt samfélag nema individualismin sé traustur. En ég sé að ég hef ekki meiri tíma, ég mun fjallum þetta betur seinna og ég á eftir að pæla með henni í þessu líka. Góða stundir. Ég er að vera að venja mig á ít og pása alltaf þegar ég þarf að vera með reyking á hóstan. Nei, óvani. Já, það er ennþá 80 megabæti eftir að uploada, svo ég ætla að spjalla eins lengur við sjálf á mig. Individualismi.
Ég er ekki sammála G. Edward Griffin og ég er heldur ekki sammála Jung. Jung var rosalegur snillingur, allir vita hvað ég mikil aðdáandi, en þegar ég fattaði líka hvað hann var að gera, þú veist, hann var snillingur en hann var líka svartur snillingur, svartur. Þú þarft í rauninni, sko, þetta er fræði, sko, þetta er svona svolítið meiklarfræði, sko. Meiklararnir fara þá leið að sko, þeir trúa því að til þess að ná fullu valdi á öllum fræðum þá þurfiru að vera bæði sótsvartur og hvítþvegin. Og til þess að ná því þú þurfi vera splundraðir. Það er einn angi af fræðunum þeirra, sko. Og þegar til dæmis sambatearnir voru stofnaðir í 1666 í Tyrklandi og sambateismin tengdist sefartímismanum sem var á Balkanska á sama tíma. Svolítið flókið, ég veit ekki hvernig ég get einfaldað þetta. Sko, eftir 1500 þá voru rosalega mikið af sefartím frá Íberíu, það sem þú kallar Spán og Portugal, sem flýði til Tyrkja vegna þess að Íslam og gyðingdómur hefur alltaf verið í miklu vinfengi, öfugt við það sem síonistar ljúga þeir síðustu 50 árin. Og sefardískir flóttamenn sem eru rúmlega öld síðar á milli 16 og 1700 búnir að byrjaði að festa rætur aftur í Anatóliu og Balkanskaða. Þeir fóru að kynnast gyðingahóp sem er nánast óþekktur innan gyðingamengisins. Sko, eins og ef þú veist eitthvað gyðingafræðin þá veistu að Askenasi gyðingarnir sem eru rússneskir og þýskir gyðingar, þeir eiga mjög mikið af blóðlínum að rekja til Tjetsníu. Það sem þú kallar Tjetsníu í dag hét Kasari áður. Tjetsníumenn sem flestir eru múslímar í dag voru kasarskir gyðingar fyrir 1000 árum, sko. Það veit til að Azerbaijanir sem telja sig Tyrki í dag, þeir voru einu sinni íransær fólk, sko. Þú veist, þetta er allt saman flókið. En alltaf ein vinkona mín sem er alveg upp í Ísrael, hún konstaði bara tilviljun fyrir, hún vissi raunin ekkert lengi vel, sko, hvort hún var sefarti, hún vissi hún var ekki sefarti, men hún var ekki alveg klár hvort hún væri Askenasi, hún hélt að hún væri það, sko. En hún pældi aldrei mikið í því, hún var alltaf verið meira bara svona humanisti, sko, og þangatur hún gerist þengiðustrúar. En það er svona flóknari saga og ég má kannski ekki vera að tala hennar sögu, en hún, ég man vel eftir því þegar hún var að segja mig frá því af því hún flutti til Evrópu. Hún er búin að vera í svona vandræðum líka í þessu COVID-dæmi, betra að vera í Ísrael eða Þýskalandi núna. Hún er búin að prófa bæði og það hvort tvekja út af COVID-dæminu, sko. En hún fór aðeins að rekja hluta af ættinni sinni þegar hún var flutt til Þýskalands og komst að því að hún var af rúmenskum gyðingættum sem var rúmensk, úkraínsk, balkonskum gyðingættum sem voru í rauninni hvorki sefartíminn í Askenasi en enginn talar hennan hóp. Og ég var svo sem ekkert að pæla meir í því, sko, því þú allir vita náttúrulega ég er mikill gyðinga aðdáandi. Það var gaman að sjá þegar réttarhöldin verða yfir mér. Ég er búin að vera að bíða eftir þeim í 5 ár. Tækifæri til vitnisburðar. Já. Það var margir engiðstrú og menn fengi tækifæri til vitnisburðar gagnvart skjalavaldinu. Sko, ég læstu bara Biblíuna og veist ekki neitt. Páll Postuli til dæmis, hann fekk alveg rosalegt tækifæri. Hann vitnaði fyrir sannheitrinu í Jerúsalem, hann vitnaði fyrir veraldlega yfirvaldinu þar og svo fekk hann að vitna fyrir Róm, í Róm sjálfur. Hann var í stofangilsi í Róm í ykkur 2-3 ár. Já, hann hafði réttindi til þessu. Svona, margar sögur svona hluti, en
svo rakst ég á það þegar ég var að grúska eitthvað meira að það var stór hópur af fólki sem var dreift frá Illyrju sem að þú kallar Júgóslavíu, dreift frá Illyríska svæðinu og austur fyrir Karpatafjöllin sem svona eiginlega Ungverjaland, Slóvakía, Rúmenía, Moldóva, Úkraína. Og Karpatafjöllin eru bæðist til stóri klettar en það líka til heiðar, mjög flottar heiðar. Það eru svakalega flottar margar heiðar og yfirgripsmiklar og það eru til sveitir hér og þar á þessum svæðum sem að bara, bara rafmagnir nýkomnar með rafmagn sem að, það eru til alls konar aragrú af mismunandi tegundum af fólki og fylgjast með upplóðinu upplæðinu. Það eru 100 megabæti eftir 150 megabæti eftir. Ég held að vera 80, ég misles það. Það var fyrir 40 megabætum. Að til dæmis, bara svo ég nefnum dæmi að Freud, sem að þóttist vera humanisti og síonisti, var frímúrari og dímonologisti. Og hann var af þessu liði. Hann var að hluta til að vaskina sig fólkinu, en að hluta til að þessu liði. En það á ekki nafn. Þetta er rauninni Balkan-djúri. Og af einhverjum ástæðum innan gyðingamengisins er það sniðgengið. Það fær ekki stimpilinn sinn, En þegar hann man ekki hvað hann hét, Sevi eitthvað, sá sem stofnaði sabbateismann 1666 í Vestur-Tyrklandi. Hann náði mestum fylgjendum meðal sefardímfólks í Tyrklandi og á Balkanskaganum. Og sér að mikið af sefardímfólkinu sem kemur til Tyrkjalands, þegar þeir voru að leita sér að komast inn í gettóin, því allir gyðingar á þessum tíma bygg alltaf í gettó og vildu það í rauninni til 1805 þegar Napóleon stöðvaði það. Þá heldur samt áfram gettóinu, þetta er náttúrulega víðar heldur en bara í Evrópu, en þetta er svona kannski flóknari saga, hvernig á ég 1950 þá er þetta ennþá með gettó allstaðar, Norður Afríka og víða í Miðausturlöndum og víða í Síberíu og það voru til þess eins og Dorrit Musaev er búkarígyðingur. Hún er úr vestur Síberíu. Hún er vestur síberískur búkarígyðingur. Alveg frá Silkiveginum hjá Kasaríu og alveg austur til Kanton í Kína. Þú varst að finna gyðingagett og bara svona dritað allt eftir Silkiveginum í gegnum margar aldir. Bara svo í ofureinfaldi. Það voru svona ákveðna línur, þar sem þú finnur bara ákveðna línur. Þú finnur til þess ákveðna verslunarvegi í Afríku, niður undir Malawi og Mósambík. Þú finnur á stöku svæðum gyðingatræp sem eru kolbika svört. Ben Ísraeli gyðingarnir í Eþíópíu er ekkert einsdæmi, þeir eru bara fjölmennir. Og það var mjög mikil rannsóknarvinna á vegum rasistana í Ísrael, síonistana í Ísrael, að skera úr til dæmis með suma þessum gyðingabyggðum þarna söður frá og eins líka á nígeríska svæðinu. Það sem fannst, það eru verslunarleiðir frá nígeríska svæðinu og Bengali svæðinu. Það eru 2-3 verslunarleiðir sem voru farið yfir Sahara og upp sérstaklega gegnum Tchad og svo áfram þar norður með Súdan og upp eftir með Níl, sem eru 4-5.000 ára gamlar verslunarleiðir síðan á egypska tímanum. Og þú áttaði á því að á tegum Jesú þá er 65-80% Egyptalands gyðingatrúar. Og á sama tíma er talað að 20% Rómaveldis hafi verið gyðingatrúar. En það er búið að fela þetta allt saman í kommunisma, síonismanum síðan 1950. Þú færði ekki að rannsaka þessa hluti. Þeir eru til menn sem hafa rannsakað.
þú byrjar á slóm og sand sagnfræðinum, þar hann hefur flett ofan að suma þessu dóti. Ég uppgötaði hann að því ég var búin að fatta þetta og var að leita að því hvort fleiri hefðu, ég vinn alltaf þannig, ég byrja á að fatta, svo fer ég að gá hvort ykkur aðri hefðu fatta og svo verði ég fyrir vonbrigðum þegar ég kemst að því ég var ekki fyrstur með réttirnar. Það er bara mín þjáning. En vinn svolítið þannig, mér skaman að fatta, skilur. Og mér skaman síðan að bóka í mínu eigin arkifi hvað ég hef fattað. Svo þegar ég var 70 og allir byrja velritað allt saman upp. Þegar ég var hættur að geta rantað og fyrir bara velritað þetta upp. En ég er búin að vera að fylgjast með, ég tek stikkpröfu, það eru nokkur svona software library sem að geta lesið og velritað audio. Þau eru alltaf að vera betur og betri. Ég tekka á því á svona 18 mánuða resti. Það er til fullt að þú getur keypt fullt af library, en ég er að leita open source library. Þú veist, svo þú getur keypt svona dót í dag. En það kostar stórfé. Google löngu komið með það, þeir geta í rauninni tekið upp og vélritað allt sem sagt er nálægt einhverju device, búið að vera þannig mörg ár. En sem Freud, hann komst að því þegar hann var að grúska í suma af sínum arflega dóti, að hann fór út fyrir Askenasífræðin sem hann þekkti úr Vín og fór að rekja samskipti við Balkangyðinga í Illyríu, Rúmeníu og svona. Ákomst hann því að það var hafsról hlutum sem hann vissi ekkert gyðingdóm og alls konar dulspeki og kabbalisma sem þetta fólk vissi. Alveg eins og síanistar í Ísrael áttuðu sig á því að 1930-40 þegar þeir voru að búa til þessa hebresku sem tala í dag, sem búin til á háskóla bara af einhverjum einum fræðimanni. Það lendi í vandræði með það vegna þess að hebreska hafði ekki verið töluð sem tungumál í margar aldir. En Jemenarnir kunnan ennþá, fornhebresku. En það er nánast búið, það eru síjónskir gyðingar sem eru búin að genósenda jemensku gyðingarna, alveg bara kerfisbundið, alveg furðulegt. En svo finnur til dæmis eins og það voru tvö mjög rótgróin gettó í Indlandi, Bombay og Calcutta til dæmis. Og það var reynt að söpverta þessu liði. Og fyrir 2003-2005 þá rakst ég á grein sem var fræðilega vel unnin í ykkur bók alls konar ethnicities sem fór í gegnum, það var til svona gyðingatræp í norður Tælandi suðaustur Burma á því var svona svæði, en þeir eru horfnir. Ég var eitthvað að grúska í þessu aftur fyrir 2 árum og þá rakst ég á að þeir voru horfnir. Ég fann ekkert trace og ég man ekki lengur hvaða bók þetta var, þannig að en ég veit að þeir voru til á þessu svæði. Á hverju fór ég að tala með það? Það tengst eitthvað með þessu og já, nú man ég á hverju ég fór að tala með það. Málið, þetta er bara svolítið áhugavert með sabbatíðana. Sabbatíðarnir voru frímúrarar og það var hérna þessi gaur sem var mjög svona karismatik, sem var svona launhelgaður og frímúrarafræði, men líka launhelgaður og ákveðnum kabbalisma. Hún býr til sabbatíðismann sem síðar var kallað frankismi. Og kjarnin í öllum þessum meitlurum sem bjöggu til síonismann, þeir eru allir með rætur úr sabbatíðismannum og frankismannum. Og hann varð mjög útbreyttur á svona 10-15 árum, var þetta gríðarlega útbreytt. Og það mynduðust hreyfingar meðal rabbinismans allan heim, að reyna að afmáta. Því þeir áttuðu sig á því að þetta var alveg stór hættulegt fyrir gyðingatrúna. Þetta var svona svipað eins og reglulega hefur frímúrurum tekist að gera mjög mikið óskunda til þess með kristnifræðina. Nánast allur bandarískur kristjan evangelismi er Freemason subverted. Nánast allt saman í dag. Og það er svona svolítið erfitt að greina þetta úr þeirri fjarlægð sem ég er í núna og ég mun geta gert það kannski betur eftir 2-3 ár.
En ef til að horfir á Mike Pence, það búið að vera mikla deilur Mike Pence núna. Ég hef enga skoðun á Mike Pence, ég með að móti. En það eru margir sem trúa því að hann sé inn í pedofília klíkunni. Ég veit ekkert það og ég ætla ekki að tjá mig neitt það dæmi, en það voru nokkri sem að grúski í hans sögu varðandi ákveðna hluti sem tók eftir því þegar hann og konas fóru úr kaþólsku kirkjunni yfir í evangelisma. Og staðreyndin sú að og það var alltaf verið þannig með kaþólsku kirkjuna að hún hefur verið mjög hörð að ef hún uppgötvar frímúrara hreiður innan sinna raða þá reynir hún eins og hún getur að uppræta það. Og þegar menn að líka saman jesúítum og frímúrurum, það rangt. Jesúítar vissulega eru með launhelgar og ég hef til dæmis forðast það að vera að tala jesúítana mjög neikvætt því ég veit mjög lítið þeirra launhelgar, ég veit mjög mikið frímúrara launhelgar. En ég veit það með fullri vissu að jesúítar og frímúrarar eru ekki vinir. Og á þessum tíma þegar jesúítar verða til, þá partur af því sem að þeir ætluðu sér var það að vera besta tólið sem kaþólska kirkjan hefði til þess að uppræta frímúrara. En þetta kenning. Ég hef ekkert fyrir mér í þessu. Það getur vel verið ég hafi rangt fyrir mér með þessu. Þannig að, þú veist, en það eina af ástæðum fyrir því. Ég talaði mikið jesúíta á tímabili. Þangað til ég fattaði að ég var ekkert að tala jesúítana. Og ég myndist oft á það, ég sagði oft, ég ekki endilega að tala jesúíta regluna eins og hún var. Ég að nota ákveðu hugtak meðan ég er ekki komin lengra. Ef maður fyrir gegnum arkífum mitt, þá það tímabila sem ég tala oft jesúítana þegar ég að fatta eitthvað nýtt þá. En síðan verður algjör snúningur þegar ég fatta að ég var ekkert að tala þá, ég var að tala magíana. Og gaurar eins og Kurt Gödel og Wilhelm Gottfried Leibniz, ofursnillingarnir Gödel og Leibniz, þetta voru magjar. Og þetta svona ongoing hjá mér að, ég ættir að vita meira þetta svona, og ég minnist á þessa hluti, en ef þú horfir svolítið á, ef þú væri að hlusta á allt arkið mitt, þá sérðu að þetta svona ferli, Og þá sérðu að já, ég tala meiklarna meiri vissu vegna sem ég veit meira, en ég tala meira fyrst jesúítana og síðan magíana eftir því sem ég kemst að einhverju. En ég ekkert endilega að leita að því, maður grúskar í þessu, maður grúskar í þessu, maður grúskar í hinu og svo raðast punktarnir saman. Og það svolítið gaman að því, En sabbateismin í kjarnan vinnur eftir þeirri hugsun að þú subvertar öllu í þér, splundar því upp og losnar þannig við allt illusion, allt delusion, allan idealisma, allan ideológiu, alla áhrifavalda og brýtur það allt saman upp. Það hugmyndin. Og þangað til út komin að því sem originally authentic and genuine. Og síðan testaru það á öllu. Þú splundrar sjálfin þér endalaust, þangað til að ekkert meira til að splundra og þar kjarnin og þar byggir upp. Og þá byggja þér líka á þeirri hugmynd sem að kemur fram í biblíunni að þú borðar ekki af ávexti skilningsins góða og illa. Þú ert ekki að velta þér upp úr hvort eitthvað rétt eða rangt, illt eða vont. Þú reynir frekar að testa það allt þangað til að þú finnur út hvað það Og í þessum pælingum, í þessum launhelgum, þegar þú ferð að grúski, ef þú færir að grúski þessum launhelgum, sem ég ekki að hvetja þig til, þá ferð að sjá að þeir sem fara þessar götur verða alveg gríðarlega þeir verða alveg gríðarlega kraftmiklir. Gástrík valdamiklir og hér þurfum við að staldra við og hvað vald og hvað kraftur. Þríeykið á Íslandi hefur mikinn kraft. Ríkisstjórnin á Íslandi og valdstjórnin hefur mikinn kraft en hún hefur ekkert vald. Ekkert að þessu fólki hefur neitt vald. Við getum kannski orðað þetta öðruvísi. Þeim hefur verið úthlutað valdi. Þeim hefur verið treyst fyrir valdi. Segjum þau geta beitt í valdi stöðu sinnar. Í þrepunum.
Ekki stöðu sinnar sem ráðherra eða embættismaður, heldur stöðu sinnar í valdapíramída. Hérna eru 20 manns í þessu þrepi. Allir í þrepunum fyrir neðan hlýða þeim. Þeir sem í neðsta þrepinu, liðið sem hleypur á eftir hinum af þessum fólki sem segir eitthvað. Ég fekk hérna sturtu yfir mig í einhverjum athugasemdaþræði daginn. Það tók mér smá tíma að fatta af hverju ég fekk sturtuna. Ég þurfti að skoða, lesa svolítið vel það sem ég hafði skrifað, þá fattaði ég af hverju að ég reytti þarna stóran hópa fólki til reiði. Vegna síðustu 3-4 árin hefur fólk meira eða minna látið mig í friði. En ég man vel eftir fyrstu árunum þegar ég mátti varla segja neitt og það kom bara sturta yfir mig, sko. Og ég sagði, hvað breytist? Af hverju var ég lagður í einelti núna? Út af þessu, hvað sagði ég þarna? Já, ok. Sé hvað gerði fólk reitt. En ok. Slapp. Ég þakkaði þeim bara fyrir persónuáru sinnar. Og ég var skammaður aðeins meir en það svona sljákaði aðeins. En ég þakkaði bara kurteislega fyrir alla persónuáru sinnar. Vitandi það að þögli meiri hlutin sem lesi þetta hugsa sitt. En eins og svo margt fólk sem að tjá sig út af línunni, sem fær allar skítugu borðtuskunar í sig, að þetta fólk hefur engan vilja, það hefur ekkert sjálfsvald, það hefur engan kraft nema sem hópur, sem múgur, það hefur engan skilning á hvað múgæsing og að þau eru alin upp í slíku. En hafa þau afl? Hvað kraftur? Það ákveðin kraftur að vega á móti þyngdaraflinu. Ég hef vissulega vald yfir því, ég get ákveðið beita ekki kraftinum. En hef ég afl? Er ég að hreyfa við vitundinni? Nær þú að hreyfa við minni? Afl sem nær út fyrir fangelsisveikina eða út fyrir mörkru og dauða. Sá sem þekkir sjálfan sig oft sagður hafa afl, vald, kraft. Skulum kannski ekki fara ómikið í orðhengilsháttum hvað kraft, hvað vald og hvað afl. En ég segi reglulega að það veitir raunin enginn hvað vald Fólk sem treyst fyrir valdi og kemst upp með að beita því, það veit ekkert hvað vald Það er bara í þessum stað í vélarhjólinu, tannhjólunum, hverju sinni. Þeir sem hafa kraft aftur á móti. Það er fullt af fólki sem uppgötar kraft með sjálfu sér og lærir að nota kraft, en þeir sem hafa afl, það er fólk sem búið að endur fæða sjálft sig. Orðum þetta bara þannig. Til þess að endur fæða sjálft þig þú þarft alveg gríðarlega sérstakt ferðalag. Og partur af þessum meiklarafræðum og jesúítafræðum og sabbateafræðum í raunin að gera það. Að fara fræðilega í það að endur skapa sjálfan þig. Og finna út sjálfan þig annars vegar og alheiminn hins vegar. Og eitt af því sem að fylgir þessari endursköpun að þú færð kraft eða afl. Ég held að það sé best fyrir mig bara samin að þessi tvö hugtök. Svo ef ég var að segja þetta á ensku, do you have authority or /power? Eða do you have force? May the force be with you. Þannig höfum þetta bara einfald. Hefur vald eða kraft, / afl. Hefur force eða authoritative power. Þeir sem fá
eða finna eða vinna þessa endur sköpun. Sumir lenda í þessu að þeir fara fræðilega í það, sumir lenda í því að því þeim bara smallað og þeir líma saman brotin eins og með japönsku bollana sem eru límdir með gulli. Googlaðu það og þú veist ekki hvað ég er að tala um. Þetta eru mikil djárst. Keramikbollar sem á að brotna og eru síðan límdir saman með alls konar fræðum og síðan eru þeir endaðir með því að sárið er húðað með gulli. Mjög flott og þykir voða dýrt og svona. Og það er lukka á heimilinu ef að skál brotnar og þann hátt af húsmóðir eða húsfæðirinn segir bara, vá, þetta geti límt saman eftir fræðinum, sko, svo tekur það kannski langan tíma að gera þetta, sko. Japan er spes. En þetta er svona grunn hugmyndin að finna sjálfan þig og finna leiðinni alheiminn. En það fylgir þessu aflmögnun. Og þá kemst að því raunum hvað vald er. Og farið vald yfir valdinu. Eða ákveðið vald yfir valdinu. Og þá upphestir er núna annar vegur. Hvað ætlar að gera við það? Og hvers vegna ætlar að gera eitthvað við það? Og eins og segir hérna á veggnum hjá mér, power rises from your soul, moves through mind to action or inaction. Hvenær ætlar ekki að nota valdið og af hverju? Og þarna ertu fyrst að byrja að læra, sko. Og jafn mikið og það getur verið mikið afrodísiak að beita valdi. Margir verða alveg húkt á því. En það er svona 20 sinnum meira afrodísiak að beita því ekki. Og þegar þú ert búin að fatta það, þá kennur það engum. Vegna þess að það fær enginn að vita þetta, kunna þetta, eða skilja þetta nema að vera verðugur. Og það krefst ferðalags. Og það eru vísindi. En þetta er líka eins og að labba á línu á milli háhýsa. Það er mjög auðvelt að verða fallin engil, sko. En þarna sem þetta byrja þessi sabbaterarnina 1666 og þeir byrja þarna í þessari flóru og þeir eru í dag meira eða minna runnir saman við frímúrarana og þeir stjórna heiminum í dag og hafa gert í svolítinn tíma. Ég myndi segja meira eða minna síðustu 150 árin eitthvað svoleiðis. Þeir hafa í dag meira vald en þá hefur nokkuð tíman órað fyrir. Og þeir eru löngu búin að missa sjónar á því þegar þeir mistu sýnina sem gerðist í Egyptalandi fyrir mjög löngu síðan. Það gerist tímabil, sko, fyrstu meiklararnir í Egyptalandi mynduðu með sér leynireglur til þess að vinna með þessi fræði, til þess að verja fólk gegn tyranni. Þannig byrjaði þeir. Þegar Móse drap einn frímúrara og lætur sig hverfa út í eyðimerkina, þá var það að hluta til því að hann var búinn að fatta þetta. Að þeir voru orðnir verra ógeð en það ógeði sem að þeir höfðu myndast sjálfa sig til þess að berjast gegn. Eins og Nietzsche bendir á, varastu ef þú ferð í fangbrögð við skrýmsli að þú verðir ekki skrýmsli. Varastu þegar þú horfir í skuggan eða hyldýpið að það mun horfa tilbaka.
og þeir hafa aldrei endurskapað sjálfan sig. Heldur hafa þeir misnotað launhelgar sínar til þess að fanga heiminn í svartu ljós píramídana. Þangað til að þeir hafa náð þeim stað í dag að meiri hluti heimsins er orðin umskiptingur, menningin er orðin umskiptingur. Og það demon-possessed dehumanization sem að þeir ástunda er orðið hið viðvarandi ástand alls mann heims. COVID-19 er bara merki það. En þegar konur fóru að gefa börnunum sínum búðarkeyptan barnamat fyrir 50 árum og hófst þetta. Og allir maturinn sem við erum að éta er erfðabreytt eitur. Það er í rauninni furðulegt hvað fríkvensíð okkar hefur í rauninni staðist þessa þolraun. Þannig að þolraunin er ekki síðustu 5 mánuðir eða 15 mánuðir, heldur síðustu 50-60 ár. En þetta fólk sem er að rústa okkur í dag og sturgla okkar og ljúga alveg til hægri og vinstri eins og þeim sýnist, er sama fólkið og brendi og fórnaði evrópskum borgurum með eldsprengjum fyrir 70 árum. Og þeir eru í dag og uppskera eins og ég sáðu. Vegna þess að svo menning sem samþykti sigur þeirra og reyndi að eiga eitthvað líf með eitthvað mannréttindi innan knattarins þeirra hefur aldrei horfst í augu við sjálft sig, aldrei endurskapa sjálft sig, aldrei krafist uppgjörs á sjálfur sér eða umhverfi sínu, eða menningu sinni, eða sögu sinni, eða þeim heilaþvotti sem að það er alveg upp í. Þannig að það sem er að gera, sko, þegar ég er að segja að þú lagar ekkert COVID-19, en þess að þú næðir að stöðva COVID-19, fáðu mæður til að hætta að gefa þeim þennan eiturmat, börnunum sínum. Farðu að útskýra fyrir fólki að barnavaldanefnd hafi ekkert vald til þess að reiðast inn á heimili og rífa börnin af foreldrum sínum. Farðu að útskýra fyrir fólki hvað raunveruleg menntun er og hvernig heilbrigð menntun myndi vera. Og svo framvegis og framvegis. Það er alveg sama hvar þú drepur niður í þeim viðbjóði sem að nútíma humanismi er orðin. Og þá vil ég minna þig á, ég er ekki bara að tala um humanisman, ég líka að tala um hina ljósenglana 6. Sem að ég er búin að vera að tala svo oft í gennum árin og útskýra svo ítalega. Þú lagar þetta ekkert. Það þýðir ekkert fyrir þig að reyna að laga haughúsið. Þú getur kannski náð hérna upp í einni skeið af skít og sagt, heyrðu, já, þetta er náttúrulega ömurlegur skítur, en haughúsið er fullt af skít. Þú ert að moka öllum skítnum út og bera hann á túnið og þá getur þú þrifið haughúsið einan. Með háþrýstindælu. Það er eina leiðin. Ef við ætlum að eiga menningu sem homo sapiens sapiens, þá þurfum við að taka alla heimsmenningu síðustu 6.000 ára og bera hana á túnið. Það er eina leiðin fyrir okkur. Ef við gerum það ekki, þá erum við útdauð á næstu 180 árum og það er jákvæða pælingin. Og ég er ekki að tala sem spámaður Guðs í neina þessu. Það er að tala sem náungi sem að horfir í kringu sig og fylgist með. Og bregst stundum við ef að radíusin verður of stuttur. Mannkynið, ég er náttúrulega homo sapiens, eða ekki? Eða ekki? Nei. Ég er human. Ég er ekki human being. Mannshugurinn er æðislegur. Ímyndunaraflið okkar er alveg magnað. Sköpunarkrafturinn okkar er ótrúlegur. Geta okkar, hæfileikar, möguleikar okkar
heilunarkraftur okkar, sjálfsheilunarkraftur okkar, við fræðilega, nú vil ég að fá að endur taka eitthvað sem ég segi reglulega, minna á. Það er engin vísindaleg útskýring á því, explanation, hversuna við hrörnum og deyjum. Það er vitað hvernig það gerist, það er til lýsing á því, ekki útskýring. Því meira sem þú lærir líffræði, þeim mun meira skilur ekki hvers vegna við lifum ekki að eilífu. Þegar þú lest Biblíunum að Adam var 900 og eitthvað ára og kemur einhver mennsa prestur og segja þetta var svona einhver merkingafræði en hann er trúlaust svín. Það er til fjöldamargar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að meðalaldur hjá neanderdalsmönnum var niður 100 ár. Og ég get alveg lofa þér því að þetta er fullt af fólki sem er í kringum 200 ára gamalt. Fullt af því. Vegna þess að það að við lifum bara meðalaldur innan við öld er frávik. Vegna þess að við erum orðin svo óheil. Við erum orðin svo óhrein. Við gætum hæglega orðið 1000 ára. Hæglega. En við kunnum ekki lengur að segja sögurnar af okkar eigin fólki. Við kunnum ekki lengur að finna út hvað það er sem er raunverulega gangi. Ég vil fá sögurnar af fólkinu sem dó á hjúkrunarheimilunum. Ég vil fá að vita nafnið og söguna á manneskjuna sem dó í mótorhjólaslysi og var stimplað died from COVID. Ég vil fá að vita ástir hennar og sorgir og væntingar og drauma og þrár. Þetta er eitthvað sem ég vil vita. Ég vil sjá talað þetta. Ég vil fá sögurnar af fólkinu. Ég vil ekki fá að vita einhverja tölfræði. Ég vil ekki sjá einhverja tilgangslaust gargölana við góleminn vísindin sem hvorugur skilur. Vá, kemur gargóli, vá, það segir, ég veit ekki PCR og ég veit ekki það sem Judy Mikovits segir vírusafræði. Já, þú veist ekki þetta. Alveg svo góleminn veit ekkert sín vísindi og veist ekkert þína einu vísindi. Þú ert ekki spot on. Ef þú væri spot on, þá væri búin að brjóta þessi álög. Þú ert ekki tilbúin að endurskoða þína eigin sannleika. Þú ert ekki tilbúin að smala honum upp. Og meðan þú ert ekki tilbúin til þess, þá eru frímúrararnir með öll spilin á hendi. Og þú sér þau ekki. Svo hvað er individualismi? Ég var í rauninni að segja það. Sko, ég hika við að tala um individualisma þó að þarna séu mjög, þú veist, Edvard Griffin er mjög vitur maður og mjög lífsrændur. Carl Gustav Jung var það líka. Og þannig eru tveir menn sem komist að þeirri niðurstöðu að ef þú ætlar að eiga samfélag við annað fólk, þá þarftu að eiga samfélag við sjálfan þig. Og til þess að eiga samfélag við sjálfan þig, þá þarftu að endurskapa sjálfan þig. Þú ert að skilja bæði hver þú ert og hvað þú ert. Og þú veist ekki hver þú ert eða hvað þú ert, fyrir þú veist hvaðan þú ert að koma. Og hvar þú ert, eða réttar að segja hvar þú ert ekki. Og þá fyrst ferð að fá okkur hugmynd hvert þú ætlar og fer kannski hugsanlega að skilja að þangað sem þú ætlar er kannski ekki þangað sem þú ætlar. Vegna þess að það sem sálin þín ætlar og það sem að egoið þitt ætlar er ekki það sama. Eða það sem að veröldin hleypir þér er ekki það sama. Eða það hvernig þú getur þá samið við veröldina þannig að það sem hún ætlar að hleypa þér ef þú vilt ekki og þannig sem þú vilt en hún vill ekki geti breyst í eitthvað enn eitt.
þannig að þú veist, ismi eitthvað sem ég ekki hrifinn af, þú veist, sko við búum í svolítið furðulegum kommunisma sem að mjög klárt fólk kallar century of the self. Það hefði raun nátt að kalla, það er til í, mann ekki hvort það er 3 eða 4 klukkutímar, það er til vídeo sem þú getur fundið sem heitir Century of the Self. Ef þú ert ekki búin að horfa á það, þá átti ekki verið að hlusta á eitt einasta vídeo frá mér. Nú bara ferð þú niðurhleður þessu, þú horfir á það og þá máttu koma tilbaka. Bara point of no return, hér. Century of the Self er ekki ykkur endanlegu sannleikur, en það er margt mjög áhugavert sem kemur það fram. Hvernig freudismin var notaður til þess að heila þvó allan heiminn síðustu 100 ár, ja, 70 ár. Og freudismin og jungismin hafa báðir verið notaðir. En heimildamyndin hefði átt að heita Century of the Ego, Century of Materialism. Þetta er svolítið viðkvæmt, sko. Hvað er individualismi? Sko, þú býrð í konsumerisma, egoisma, þar sem að tilfinningar þín eru heilagar. Þú mátt allt meðan þú skadar ekki aðra eða meðan þú ert ekki ósammála einhverju sem að Fjölnir á Harmageddonir sammála. Frosti, fyrirgefðu. Ég rugla nöfnum, þetta er ekki viljandi. Og fáðu þér nýtt sjónvarp, fáðu þér flottan bíl, fáðu þér svona rúm, hentu því sem að þið líkar ekki þegar það eru 10 ára, því að hentu verðmætum að því að þú ætlar að fá eitthvað annað flottar en já, nei, þetta fer hvort í endurvinnslu, sko, þannig þetta heldur að vera verðmæti og já, þetta fer ekkert í endurvinnslu, það bara kallað endurvinnslu og þú byrði í lígi, en þú þarft ekki að horfa á það, þú þarft ekki að sjá það, þú þarft ekki að bera vitni með það. Já, heyrðu, nú segja allir að það sé farsótt og þú bara samþykir það og þú þarft ekki, ef þú ferð að rýna eitthvað í það, þá ert þú bara fíbl. Og ef þú treður ekki eplamauki frá barber og berber ofan í börnin, þá eru þau bara tekin af þér og alin upp á einhverju staðar annars staðar og svo framvegis, sko. Þannig að þú byrði í Century of the Ego, Century of the Selfish, Century of the Consumerism, Century of the Brainwash. En hugtakið self er líka sjálfið sem er oft notað yfir sálina. Þannig að nákvæmlega hvað er individualismi fer svolítið eftir því í hvaða hugarknetti eða heimspekiknetti þú ert. What sphere of influence, what sphere of philosophy, what worldview you er. Og það er langt síðan ég sá það sem að Griffin og Jung eiga við, að það er að vandlega íhuguðu máli og ég alveg átta mig á þessu, en ég átta mig líka á því að þú sem individual ert ekkert án samfélagsins þeins. En þegar þjóðfélagið er búið að stróka út samfélagin, þá er ekkert eftir. Þannig að þetta er svona flókið. Og þannig er þessi menn til og þetta er fullt af mönnum sem hafa greint þetta og fullt af mönnum sem hafa útskýrt þetta og fullt af mönnum sem hefur mistekist að útskýra þetta. Reikningin pendir á það, en þú þarft að fara í 3. lagskiptingu til að sjá það. Þannig ég hef svona svolítið komist að þeirri niðurstöðu, sko, það er ekki hægt að útskýra þetta. Þá er ég aftur komin að þessu með aflið. Þegar þú ert komin á þann stað að þú hefur aflið og ert búin að fatta afrodísiaki sem kemur út úr því að beita því ekki, og þá ertu farin að sjá hvað er átt við þetta. Og þá ertu löngu búin að afgreiða vitleysuna sem heitir enlightenment eða upplýsing. Og þú ert búin að njóta þess kannski nokkur ára númenið þitt, númenmomentið þitt kom þér í uppljómun eða illumination og svo ertu búin að fatta illuminated by bright light or dark light.
Svo reynir að útskýra fyrir fólki munin á björtuljósi og dimmuljósi og það horfir á það eins og fjávitari, samt trúir það því að 80% af efni heimsins sé svartefni og 25% sé massi alheimsins og það hefur ekki einu sinni skilning á sínu megin húmanistavísindum en það skiptir engum máli þau eru að fara að fá bóluefnið. Eru þau upplagðið löngu búið? Niðurstaða? Nei, engin niðurstaða. Mér langaði bara að tala við vídeóvélina meðan ég var að hlaða upp, svo ætla ég að henda þessu nefndi. Það er ísköld norðanátt úti, það er bara svona, þetta er bara eitthvað samsæri, sko. Og Sunna er bara alveg sali ánægð. Alveg sali ánægð. Það velta sér. Tegja sig og velta sér. Það snýst allt þá gömlu. Hún er ekki búin að fatta hún 11 ára, sko. Það er eins og hún sé 70, sko, kelling. 78 kelling, já, 70, já, hún er svona eins og 80, 85. En hún er samt furðu spræk, sko, með af aldur. Hún virðist vera bara mjög góð í olnbúinum, en hún ætla að borða 3 skeiðar að lýsa á dag, sko. Þegar hún er til, já, og hann þarf að semja. Hann þarf að semja. Niðurstaðan er svo sem ég sagði á hann. Mannkynið, þess að við kallum humankind eða er komið á endastöð. Endastöðin var búin að byggjast fyrir 50 árum. Ég er ekki svo eini sem hefur borið vitni um þetta. Ég hef borið hins vegar sterkast vitni um það. Tökum til dæmis Buckminster Fuller. Hann benti á skylda hluti. Jung benti á skylda hluti. Fullt af fólki hefur bent á marga þætti af þessu. Ég er svo eini sem hefur farið yfir á alla. Og af öllum þeim sem hafa verið að tala um þessu hluti síðustu 100 árin eða svo. En þetta er ekki eitthvað sem byrjaði í gær. Ég er sá eini sem að hefur gert það á, hvernig er best að orða þetta? Ég bara er það sem ég er. Það er bara þannig. Sorry. Ég vil helst ekki segja þetta. Ég hef aldrei viljað segja þetta. Ég vildi aldrei verða það sem ég er. Ég segja þegar hann sagði eitthvað og það hætti að rigna í 3 ár. Og svo fór hann og hann var fyrir veturinn og hann var sagt hvert hann átti að fara. Og þar bjó hann og var hugsað um hann. Hann fékk sinn kofa á Vindaheiðinni. En svo fór hann tíma út í eyðimörkina. Var þar bara. Og eftir smá tíma þegar hann var búin að aðlagast verun í eyðimörkinni þá bara leið hann vel þar bara. Hann lá ekkert á að fara aftur. Innan mannfólk. Radíusin og fín. En það kom að því að englar komið til spámannsins og frá báðanum að aflétta álögunum. Spooky saga. Nei, ég er ekkert að bera það saman. Ég er bara að segja, þú veist, að tíminn og vatnið er leyndarþómur. Og steinagarðurinn, gargólinn, góleminn og gúleminn, sem á að látið meitla sig, látið steingera sig, þau komast ekki lengra. Ég ætla að orða þetta öðruvísi. Þau komast ekki lengra. Ég kemur ekki alveg rétt til skila. Þau komast ekki lengra en hingað. Nú veit ég hvernig orða þetta. Þeim er eðlisfræðilega ómögulegt að komast lengra.
Það humankind. Það the pack of human beings. The demons possessed dehumans. Ex-humans. Not humans anymore. Umskiptingar, uppvakningar og uppskapningar, þeir komast ekki lengra. En þetta ekki rofi sem bara smelt á 17. júní eða hvað. Innflæði og útflæði. Humans, það sem ég myndi ekki þá kalla mannfólk, þau komast lengra. Það verður ekkert að gera með það hvort að þau viðurkenna eitthvað spámannstitt eða ekki. Eða hvort þau eru inn í þessari kirkju eða ekki. Eða þessum trúarbrögðum eða ekki. Eða jafnvel bara agnostik. Ég hef ekki mælistikuna, sko. Skaparinn einn hefur hana. Þetta staðan okkar í dag. Það verður ekkert með neitt heimsend að gera, hann búinn. Heimsendir er endir á tímalínu og svo tímalína afmarkar hugsun. Menning saga hugsunar. Saga þeirra menningar sem núna hefur náð endastöð 5781 árs gömul. Það hefur verið mælt. Svo það mannkyn kemst ekki lengra. Það það sem allir spádómarnir heimsendi áttu við. Þarna endar tímalínan. 1975 voru við búin að þrautprófa allt hugmyndamengi Homo sapiens sapiens, the humankind, the mankind. En ekki humanity. Ekki for dynamic, creative and created humans. Ég sleppti viljandi að segja spiritual. En ég veit ekkert hvað það Þeir sem fatta að það búið að fara í fyrsta stigs heimspeki og núna hefur verið kláruð annars þreps heimspeki, við erum að fara inn í þriðja þreps heimspeki. Það það sem það Segðu söguna þína. Finndu út söguna þína. Og vindu með hana. Það ástæða fyrir því að allir helstu spekingar, allra alda, hafa komist að þessari niðurstöðu. Eins og Lawrence van der Post, sem nota bene var líka í fangabúðum í Indonésiu síðar heimsstyrjöldinni og skrifaði bókina sem kvikmyndin var byggð á, Merry Christmas Mr. Lawrence. Snillingur sem sá frímúrari var. Guðfaðir held ég William prins, frekar en Harry eða beggja, manna ekki. Góður vinur prins Charles. Lawrence van der Post var mjög vitur maður. Og frábær rithöfundur, alveg þvílíkt afl. Þegar hann skrifaði ævisögu vinar síns Carl Gustav Jung, þá var ekki bara því hún dattaði í hug sem að bókin heitir Jung and the Story of Our Time. Vegna þetta allt saga. Menning saga hugsunar. Þú ert saga. Ég saga. Veröldin saga. Allt saga. Segðu mér sögu. Setjumst við sögustein og spinnum sögu.
Það er 21. janúar 2021. Ég er Guðjón Heimberg. Ég er að fá mér hérna kaffi. Það verður ekki dreikt í þessu vídeói, ég ætla bara að vera mjög stuttorður. Ég var nú að gera svo langt vídeó í nótt. Og það er svo mikið lengið ástæða til þess að vera töð á íslensku sem ég hef verið að nefna. Það er bara, náttúrulega meitt attitút, sko. Þess ég var með attitút í garð Hauks Haukssonar og svona. Það er bara, maður er með attitút, þá er maður bara með attitút og það er bara þannig. En Þannig ég byrð nú Hauk afsökunar á því að við með eitthvað skítkast í hann, en það, ég meina það samt, sem ég var að segja í síðasta vídeó með það, að alþjóðamála greiningan þannig að sér upp svona, eins og ég sagði, mér langar í vinnu hjá NATO. Og það var eitthvað verið áberandi í íslenskum vídeóm hjá mér undanfarið, en síðustu árin hef ég talað svo mikið um alþjóðamálin. En ég er mjög reyndur á því sviði. En samt óþarri kannski að mér fannst ég sjálfur grípa aðeins svo djúpt í árinu, sko. Þannig ég vil að það komi fram. Sorry, þetta er vani. Svo sunna pyrrið honum aðeins. Finnur það líka á sér að við erum að fara að kaupa smók og kaupa reykja. En hún er alltaf svo gaman að fara í bílinn. Í langa vídeónu sem ég var að gera sérst núna síðast, og þetta verður sérst samhangandi fyrir þetta fyrir arkífið, sagði ég að Jesa spámaður fór út á eyðimerkina. Ég var að tala um Elía spámann. Mjög mikilvægt frá mínum bætinu síðan þetta sé leiðrétt. En mér langar að bæta við örfáum orðum varðandi helfararafneitun. Ég hef aðeins talað um helförina, sérstaklega á svona árunum 2015-16, og talaði ég oft um hana. Og þá talaði ég meira um helfararafneitunina sjálfa heldur en kannski helförina sjálfa. Og ég greindi þetta svolítið og komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri þrenn mál. Eitt máli er að helförin er sagna fræðileg staðreynd. Og ég er ekki sagnfræðingur. Önnur niðurstaða sem ég komst að einnig, og það er með Nuremberg réttarhöldin. Þau eru partur af lögum. Það er til dæmis í Frakklandi og Þýskalandi er ólöglegt að efast niðurstöðu Nuremberg réttarhöldina. Sem dæmi, sko. Það fer eftir hvaða landið þú ert í, hvort að þessi réttarhöld séu partur af lögum eða ekki. Þetta skiptir mjög miklu máli og það var sem sagt mín önnur niðurstaða að helförin er lagaleg staðreynd, eða lagafræðileg staðreynd. Og ég er ekki lögfræðingur. Og þessna hef ég sagt, helförin er staðreynd. Í fyrstu vídeónum þar sem ég var að tala um þetta, þar var ég svona aðeins meira seki með þetta og það getur vel verið, ég hafi meira sagt á hann hafi ekki gerst. Getur vel verið. En var alltaf svona, nei, þú veist, hvernig á maður að höndla svona stórt og flókið mál sem er búið að vera að deila mikið í 70 ár og víða erlendis og setja menn í fangelsi yfir, sko. Og síðan er þriðji flöturinn á helförinni og það er að innan engiðstrúarinnar þá er hún ómarktæk. Sérst í minni trú þá er hún léttvægt atriði. Þetta er orð sem móðga á búsla marga. Og hérna er mjög mikilvægt að fólk átti sig á merkingafræði. Innan trúarkerfisins, innan minnar engiðstrúar, þá er bara einn sannleikur, sjáðu. Og allt annað er léttvægt.
það breytir því til dæmis ekki að COVID í menningarlegu tilliti mjög alvarlegt mál. Helförin sömuleiðis. Nákvæmlega hvað dóu margir eða hvernig dóu þeir síðan allt annar handleikur og þar alveg óbúslega erfitt að fara að setja lög það hvað má segja. Dóu 6 milljónir, dóu 4 milljónir, dóu 1 milljón. Í kjölfarið á Ernst Sundell réttarhöldunum og þau voru 2 í Kanada, ef ég man rétt, já, 2. Og svo 1 í Þýskalandi, það fór nú ekki mikið fyrir þeim. Í kjölfarið á þeim réttarhöldunum, þá var opinberu tölunum breytt. Til dæmis Ásveits hafði fram að því sagt og hjá þeim hefðu dáið 4 milljónir. Svo hefðu aðra 2 milljónir dáið á hinum á þessum búðum. En skjöldurinn í Ásveits segir núna 1,1 milljón, ef maður rétt, sem 11. Og það svolítið merkilegt að þeir stjórnmála skúmar sem að vilja banna umræður helförina, þeir hanga ennþá 6 milljóna tölunni. Þeir ræði ekki einu sinni mælanlega staðreyndir. Þeir trú ekki sjálfur á vísindi. Og að fara út í þann hártofunarslag með eins og það ákveðin hópur af fólki erlendis og hann mjög stór sérstaklega í Bandaríkjunum því það eina landið í heiminum þar sem komast upp með að ræða sín mál. Þar stór hópur sagnfræði endurskoðenda eða historical revisionista sem hafa gefið út gríðarlega mikið magn af bókum og greinum og bókum, gríðarlega mikið magn af greinum og mikið af bókum. Og fyrstu bækurnar sem reyndar leyfðu sér að efast helförina voru skrifaðar af gyðingum. Og ég sá það fljótt að því maður var svona bara eins og maður pælir í öllu. Og ég komst að þeirri niðurstöðu, þetta sagnfræðileg staðreynd. Þetta lögfræðileg staðreynd. Og þar með var bara frá mínum bæðir sem máli útkláð, en í trúarlegu til þeim, það allt annar handleikur, sko. Og þar með ef einhver allar myndi fara að segja, ó Guðjón, þú trúir ekki á helförina, nei, ég trú á Guð, en allar þú að fara út í trúarofsóknir vegna trúar minnar. Það löglegt? Síðan kemur annar handleikur. Og það eitt sem stóð svolítið í mér á sinn tíma. Ábóðslega mikið af þeim sem efast helförina eða skrifa gegn henni talaði mikill í fyrirlitningu það sem þeir kalla gyðingana, the Jews. Og það mislíkaði mér mjög mikið. Hef alltaf gert. Og það kemur reglulega fram í minni orðræðu að ég mikill aðdáðandi gyðinga trúarinnar, mjög. Og það er mismunandi tímabil. Ef þú ferði gegnum arkífið mitt, þá sérðu það mismunandi tímabil. Bæði á ensku og íslensku þar sem ég vitna mikið í gyðingarafína, fræðimenn úr gyðingarsamfélaginu á heimsvísu. Og margt sem þeir hafa sagt og gert og pæla. Og það er mjög augljóst af allir minni orðræðu eins og hún leggur sig að ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir gyðingatrúnni og gyðingafræðum. Mjög. Og ég algjörlega ósammála þessu liði, þessu viðhorfi sagnfræði endurskoðenda með þeirra viðhorf gagnvart því sem þeir kalla gyðingarnir. Algjörlega ósammála þeim. Og mér mislíkar viðhorf þeirra til gyðinganna mér mislíkar það mjög. Og hér kemur nefnilega svolítið svona angi sem skiptir óslega miklu máli því að alls þar það sem verið að reyna að refsa helfarar afneturum. Það líka verið að reyna að klína á þá nasistastempli að þeir séu gyðinga hatarar. Og hér kemur þá líka þriðji flöturinn. Ég tala mjög illa Ísrael. Og sérstaklega þá pólitísku stefnu sem stendur á baki Ísrael.
og þá myndi ykkur segja, já, þú tala mjög illa gyðingana þarna, og þá bendi ég á að 75% af gyðingum í heiminum hafna Ísrael og kalla þá það Síonistaríki, og þessi 70-80% af gyðingum í heiminum fyrirlíta síonisma algjörlega og líta á síonisma sem identity theft. Það að segja svona eins konar skilríkja þjófnað eða hvernig segir maður identity á íslensku? Ja, þú veist hvað það við. Og það samræmi spátumum biblíunar sem segir að á einum síðustu tímum verði mjög áberandi hópur fólks sem þykist vera gyðingar en það ekki, og þetta tvítekið í opinbernu bókinni ef maður rétt. Minnir að þetta sé á 2 stöðum. Ég var eitthvað að skoða eitthvað daginn og ég var búin að gleyma þetta á 2 stöðum. Það samt að doppeltekka það. Þetta alveg skýrt að afstæða mín varðandi Ísrael tekin beint upp úr greiningum gyðingana sjálfa. Og mér þætti gaman að sjá eitthvað samfylkingarlögfræðing fann að dæma mig fyrir helfarrafniðun, því að hún sagnfræðileg staðreynd, hún lögfræðileg staðreynd, og að við fórum eitt á Síonistaríkinu Ísrael sem ekki gyðingaríki, heldur þykist vera gyðingaríki, hefur stólið gyðingastimplinum, gyðingaauðkenninu, identity, auðkenni, þetta auðkennisþjófnaður, að það viðhorf mitt gegn Síonistaríkinu Ísrael byggt á viðhorfum 80% gyðinga og stór hluti af minni heimspeki, ekki endilega trúarspeki en heimspeki, og mjög margt af mínum trúarlegu útskýringum slípað af gyðingafræðum. Og fólk til dæmis eitt til dæmis með mjög mikið af fólki sem gagnrýnir gyðinga, þeir eru ofta nota Talmúdin til þess að gagnrýna gyðinga. Þú finnur hvergi minni orðræðu neina gagnrýni á Talmúdin, ekki neitt. Ef eitthvað þó við reynt frekar að segja og ég hef sagt, sumir sem að gagnrýna Talmúdin á einhverjum setningum gætu hugsanlega verið að rífa þær úr samhengi eða eitthvað annað. Og svo eitt flötri viðbót á gyðingafræði sem kabbalafræðin, og ég hef bent á að ef þú ferð á YouTube til dæmis og hlustar á einhvern þykjustu rabbín að vera að tala kabbalafræðin, þá ertu að horfa á einhvern síonista sem að ljúga í þér. Kabbalafræðingar set ekki YouTube-vídeó kabbalafræði. Og það eru kabbalafræðingar sem þykjast sjá ýmislegt í minni mystík, minni dulspeki, sem eins konar kabbalafræði. Það svo margt í minni dulspeki sem hægt að tengja við kabbalafræði. Þannig að hvernig ætlar að fara að taka mann sem bæði sem heimspekingur og einnig sem trúaðmaður líklega einn af fáum óumskurnum, það segja góim, það segja fólk af þjóðunum eins og gyðingar kallaða, eins og biblían kallaða. Ég einn af örfáum, hugsanlega einn af handfylli fólks á heimsvísu, minnstakosti síðustu 100 árin, sem að upphef gyðinga. Ég hef sagt í mínu vídeó gyðingatrúin, trúarbrögð gyðinga að mínu mati einhver þróuðustu, pældustu og flottustu trúarbrögð á jörðinni í dag. Og síðustu 5.000 ár, eða 2500 ár, fyrir ekki rétt skal vera 2500 ár. Síðan að þessi trú varð til í Babylon, í herleiðingunni miklu. Það er náttúrulega hægt að halda alveg fyrirlestur þessi pælingu og margar pælingar, en mér finnst þetta svolítið áhugavert, sko. Þú sér þó hefur við pælt opbúslega mikið í þessu og farið mjög djúpt í það en mér langar að segja nokkur orðum þetta, þannig að ég ætla helst að reyna að takmarka íslensku vídeó í framtíðinni eða allan næstu vikurnar
svona sjá hvað ég næ að reykja ekki í vídeónu. Að ég eini Íslendingurinn sem hefur reyni fjallað helförina. Fyrir utan Axel Pétur Axelsson. Í íslenskri menningaflóru síðustu 70 ára þá voru bara 2 Íslendingar sem hafa fjallað helförina. Ég veit ekkert í rauninni, þrátt fyrir allar djúpkafanir og séð vídeóana Axels og annað, ég veit í rauninni ekkert hvað honum finnst helförina. Í rauninni veit ég ekki. Þetta svona stórt issue hjá okkur báðum. Ég ekkert vissum hefði hann getað sagt þér ef hann áður en ég gerði vídeóið hvert væri minn raunverulega skoðun á helförinni. Og hef ég hérna í rauninni sagt það, sko. Sjáðu, ef þú horfir á alla íslenska menningaflóru, eins og hún leggur segja, þá engin Íslendingur að pæla í helförinni. Það komur endar fram fyrir 2 árum einhverjir menntaskólastrákar sem voru aðeins að pæla í þessu og dreifa flæjurum og svona. Menntaskólastrákar fá dellur. Og það var aðeins reynt að búa til svona hæp úr þessu og eins og ég nefndi í langa vídeónu mín í nótt, það ákveðin menningaklíka hér á Íslandi sem vill setja mig í fangelsi í Þýskalandi. Það náttúrulega kenning. Og ég hugsaði þarna fyrir 2 árum, ætli þetta tengist því, sko. Verið að reyna að búa til einhverja helfarar umræðu á Íslandi til þess að geta síðan, sko, brandað og stimplað? Hugsanlega, veit ekki það. Var alveg sama. Og þegar ég byrjaði 2010 að skrifa, þegar ég byrjaði 2011 að gera vídeó, þegar ég fór 2013 á Þingvöll, þegar ég var að gera bækurna mína líka, ég átti til að vona því að þegar ég gaf út Varð minn kvótans að Árni Múli Jónasson myndi draga mig fyrir rétt fyrir meiðyrði sem dæmi. Ég átti vona því í kjölfar þess að ég gaf út Endurreist þjóðveldi 2013 að ég yrði dreginn inn í fangelsi fyrir landráð. Ég átti vona á því 2015 þegar ég fór að gera hráuvídeón eins og ég að gera núna og þegar ég var með þarna tímabili í 2 ár svona öðru hvora að snerta á helfardæminu þá átti ég alveg eins vona á því að vera tekin í tætlur, sko, bara fyrir það og jafnvel sendur til Þýskalands í fangelsi. Ég er búin að mjög oft standa fyrir fram að myndavélina eða við lyklaborðið eða sitja við lyklaborðið og ákveða að segja eitthvað sem að ég get alveg séð fyrir mig að gæti orðið mjög slæmt og fyrir mig, sko. Og það gerist, þú veist, í dag síðustu, ég sko náttúrulega 2017 þegar ég gerði þarna vídeóið Birnumálið sem að hleypti öll í bál og brand fyrir mig, þú veist, það var, þú veist, ég hef oft sagt hluti og, þú veist, hvernig ég orða þetta, ég hef oft þurft að taka afstöðu til á ég að þora að segja eitthvað. Og tekið síðan þá afstöð að standa með því sem mér finnst. Þannig að það sem ég að segja nú helförina það sem mér finnst. Ég hef engar áhyggjur af því hvort að ég verið sendur í fangelsi fyrir helfararafneitinu ekki. Satt satt og lygi lygi. Og núverandi heimsmenning og heimskerfi lygi. Raunverulega helfur að hinni helfurinn og landstæri sjáði var helfur bandamanna. Morðæði Winston Churchill alveg óhugnanlegt og 3 milljónir bengala sem voru drepnir í það sem núna heitir Bangladesh. 3 milljónir manna sveltar til bana því að það vantaði að senda kornir til Englands. Fyrsta loftárusin á almenna borgara var gerð heldur 1916 eða 17 í Bandaríkjunum á Svertingjakverfi. Minnir að hafa verið þetta ár. En ég gleym alltaf nafninu á þessari borg þegar ég ætla að fletta því upp aftur. Þess að Google Tube ekkert hrifið af því að þú fáir að vita hvað sem sko. Varðandi sko þjóðarmorð á fólki bannað að afneita helförinni í Rúanda, Burundi eða þjóðamorðunum í Kambódíu eða bannað að afneita
hreinsunum Stalins eða hreinsunum Mao. Akkur verið að gera helfurinn að trúaratriði, sjáðu. Og akkur hún kallað helfur, akkur hún kallað holocaust, þetta biblíuhugtak. Og það var ekki byrjað að kalla þjóðarmorð nasista og gyðingum helfur eða holocaust fyrir einhvern tímann á milli 70 og 80. En ábúrslega margir flendir á þessu hluti, sko. Þú veist, ef þú horfir á það sem að samfylkingaþingmenn að segja núna á Alþingi Íslendinga helfurina og berða saman bara við þessa 20 mínútur sem ég er búin að fjalla þetta hérna, þá séu þeir vita akkurat ekkert hvað þeir eru að tala ekki neitt. Þessin ég að tala þetta núna, ekki út af því ég þurfa hvít þá neitt sjálf á mig, ég er með heilt arkíf og skrásetta sögu af öllu sem ég hef sagt og allt það. Þetta fólk veit ekkert. Það veit ekki til dæmis að gyðingar fengu sjálfstætt löglegt ríki og það er ennþá til í Bírubítsan í gömlu Sovétríkjunum og núna í Rússlandi. Sjálfstjórnar hérað. Og Stalin úthlutaði þeim þessu sjálfstjórnar héraði minni með 27 en þú veist þegar 32, ég man ekki þetta árið, svo við segjum bara 27, þetta fletta upp bauninni. Að þegar Stalin var búin að tryggja sér völdin og losa sig við Trotski, þá stofnaði hann löglegt síónistaríki og þá fóru 20.000 fólks í Evrópu þangað. Mikið af þessu fólki fór síðan til Ísrael, ekki sjálfviljugt. Eftir að Sovétríkin hrundu og á tíma Sovétríkjanna þá var mjög mikið af þessu fólki sem fékk mikið af fjár ívilnunum, alveg eins og gettóin í Bombay og Calcutta og gyðingagettóin norður af Kanton í Kína sem er 2000 ára gamalt, kínverskir gyðingar, að síónistaríki notaði Rothschild-peninga í 20-30 ára alveg grimt í að bæði reka fyrst áróður í blaðagreinar og bæklinga og fyrirlestra og síónistarabbina sem eru svona ekki orthodox, það er einn og einn orthodox rabbini en ultra-orthodox rabbina til þess að bara hafna þessu algjörlega en flókið að það var mjög mikið af fólki úr sérstaklega mörgum gyðingabyggðum heiminn því var bara ef þú vildir koma þá var keypt að þér íbúðin þín, þá var borgað flugið þitt, því var tryggt nýtt heimil á nýjastæðanum, eigurnar þínar voru flutt, gámurinn með eigurnar þínu var borgaður, allt var borgað og þá búið að reka fyrir þér alveg klikkaðan áraður það hvað þetta væri mikil þarna væri komin svona gyðingaparadísin og þú sér það þrátt fyrir alveg gríðarlegan fjárhaustur síónista í þetta verkefni þá náðu þeir ekki 25% af gyðingum heimsins í þetta og það er til dæmis ef þú ferð og horfir á dokumentari Bombay gyðingana þá er svona sagt svona þegar þú er búin að horfa á 55% þá kemur ein setning sem segir já, mikið af þessum fjölskyldum flutt aftur heim og svo er bara skipt umræðinni. Það látið koma fram svona í smáamálinu sko. Og það er eins í kínversku byggðinni og það er Jemenarnir sko, þegar Jemenarnir áttaðu sig á því með jemensku gyðingarna hvernig var farið með þá þegar þeir komið til Ísraels þeir hættu að flytja þangað og þeir sem gátu komast þangað fór aftur heim og það voru til dæmis notaðar bólusetningarherferðir bæði á jemenska gyðinga og Ísraeli gyðinga sem sagt arabíska jemenska gyðinga og svarta gyðinga frá Eþíópíu að mjög mikið af þessu fólki var steriliserað með bólusetningum hvort sem það var viljandi og óvart það voru þeir hættulegt að segja eitthvað bólusetningar sko. Þá kemur Fjölnir á eftir þér Frosti, fyrirgefðu. Þá kemur Hrímþurs á eftir þér. En hérna samfylkingafólkið sem er núna að biðja að fá að banna ákveðnar orðræður á Íslandi og er þar með að umskipta stjórnarskránni, umbyltinni þau munum öll líkindum nefnilega að komast upp með það. Það er nú þegar búið að samþykkja refsingar gegn staðleysu orðræðu og
upplýsingaóreiðu á kommunista Íslandi, að þau vita ekkert hvað þau eru að tala ekki neitt. En þau halda að þau hafi eitthvað svona móralska stöðu eða móralskan heilanleika og til þess að geta ákveðið hvað sé heilbrigð, holl og rétt orðræða eða ekki. Alveg eins og með fólki sem er að ljúga að þeir farsótt og er núna að ljúga að þeir Genakári sagði vor 700 afbrigði af kórnaveirunni og stökkbreytt sem stenst ekki líffræðilegar staðreyndir. Núna er það 400 og eitthvað, og svo kemur Seitz-grúppan í Bretlandi og lætur Boris Johnson segja að það sé komið til brest afbrigði, og svo var einhver annar grúppa sem var látin segja að það væri komin eitthvað brasilískt afbrigði, og byrju, hvað er upprunalega greiningin á fyrsta vírusnum sem búið að hakka í spað vísindalega? Það trúir ekki á vísindinu. Þannig að þetta fólk sem er síðan að fara sprauta því sem heitir experimental biological agent, því að mRNA bóluefnin er ekki bóluefni. Bóluefni er efni sem er unnið eftir ákveðnum fræðum með ákveðni tækni, og það sem núna er kallað bóluefni eru ekki bóluefni. Þetta er svona svipað eins og að fara að gefa þér fullt af Panodil og kalla það Magnil. Og allir bara, já, þetta er Magnil. Nei, þetta er Magnodil. Þú veist. Merkingafræði, skilgreiningar, þekking, mælanlegur veruleiki og fræði knettir er orðið einskis virði, og þú sér til dæmis lýðveldið telur sig hafa trúanlega forsendur til þess að stöðva trúarsamkomur, og þar með lýsir það yfir að Guð eða það sem að trúarsamkomar sínstum sé ekki til. Það er það sem að lýðveldið lýst yfir þegar það rauf kirkjugreið. Saksóknari lýðveldi sem segir, þegar lögregla ríkisins skýtur borgara sinna, þá þarf ekki að fara í gegnum það atriði fyrir dómstól. Ég bara ákveða að það var í lagi með það. Og svo þegar dómstólar dæma eitthvað sem að ég er ósátt við, þá ætla ég að skamma dómstóla. Þetta er menningar ástand í dag. Og sóttvarnalæknir til dæmis fer stórlega út fyrir þau lög sem skilgreina hans stöðu. Þegar hann gerir samninga eða munnlegt samkomulag eða þreifingar við erlenda lyfjasala. Stórlega. Þegar lýðveldið lætur einkafyrirtæki á borð við Iceland Decode eða erfðagreiningu vasast eins mikið í heilbrigðismálum Íslenska ríkisins og það er að gera í dag, og leifir þá kvittar fyrir það, þá brýtur það algjörlega þann ramma og lagaramma og þær forsendur sem að ríkið hefur fyrir því að vera vasast í heilbrigðismálum yfirleitt. Framkoma sósíalistaríkja frá 1920 og sérstaklega eftir 1950. Sósíalistaríkin snúast ekki lengur ríkismiði. Þau snúast búskap, borgarabúskap. Ríkismiðja snerist aldrei borgarabúskap, hefur aldrei gert það. Og sósíalistaríkin allan heim, húmanistaríkin, hafa núna snúist gegn borgurum sínum með einbeittum brotavilja í glæpi gegn mannkyni. Og það er engin neinstæðir í heiminum sem kemst upp með að ræða það. Það er bara ekki leyft. Þeir eru bara bombarderaðir eða eru með upplýsingóriðu eða staðleysuáróður eða helfarrafnitun eða eru trumpistar og hinn venjulegi maður sem að fyrir 5 árum eða 10 árum hefði fattað hvað er í gangi og farið að ræða þetta, hann á einhvern hátt er fastur inn í einhverju rössin þar sem hann skilur ekki einu sinni hugtökin lengur sem verið að nota til að ræða þessu hluti. Menningin er hrunin, menningarleg hugsun er hrunin. Siðmenningin stendur ennþá en hún er bara tóm grind.
En aftur af því sem að ég ætlaði nú bara að vera stuttarður snúum okkur aftur að helförinni og íslensku knettinum það sem þér sagt að kalla böbbul en ættir þá í rauninni að heita sper. Það engir gyðingar á Íslandi. Jú, það einhverjir 3, 4, 5, 600 gyðingar á Íslandi og það með þess að komin rabbíni handa þeim. Já. Hvar búa þeir? Hvar þekkir þú, myndir þú þekkja þá í bónus? Hvar eru gyðingahatararnir á Íslandi? Ég hef aldrei hitt neitt gyðingahatar á Íslandi. Ég hef alveg hitt fólk sem úr mínum aldursópi og þekkti oft unga menn sem pældu mikið í sérheimsstyrjöldinni og voru svona frekar svona fasista aðdáendur og voru stundum einhverjar svona gyðingasetningar í flimtingum en þeir meinti ekkert með því. Bara eins og menntaskóladagstrákar fá dellur. Og ég hef hitt mjög mikið af Íslendingum hins vegar, alveg gríðarlega mikið af Íslendingum sem eru rasistar. Ég nefnaði mjög einfalt dæmi sem ég hef mjög gaman af. Hún talar við einhvern sem segir já, það er náttúrulega brúna augun á Vestfjörðum og svarta hári. Þetta er náttúrulega af því að stelpunnar voru að dilla með frönsku sjómennunum. Nei, frönsku sjómenninir fengi ekki að fara í land. Duggurnar sem voru við veiðar fyrir utan Austfirði og líka út af Reykjanesskaganum og einnig í hafstraumunum á milli Grænlands og Íslands á sín tíma. Þegar þessi skip þurftu að kaupa vatn og athuga hvort þeir gætu fengið eitthvað af til nefnt harðfisk eða saltkjöt eða reykt, þá bara sendur bátur í land til að gera kaupa. Þetta var síðan 5, 6, 7 sjómenn sem sáum að ferja borð. Mönnum var ekki hleypt í land. Vegna þess að það var ekki uppbygging, það var ekki infrastruktúr á Íslandi til að smala þeim saman. Ef þeir fengju 2 daga landvistarleyfi, þá fóru svona gaurar bara fyllir í og slagsmál. Og þá voru slagsmál við sjómennina í þorpinu. Og það var engin löggæsla á Íslandi sem gat séð að halda utan þetta og sjáð líka það ef að menn vildi ekkert fara borð aftur, það var ekkert gaman borð í þessum skipum, sko. Mjög mikið af duggur og sjómannum á sínum tíma voru sjanghæðaðir. Og veist það? Þannig að menn var ekkert bara hleypt í land til þess að ríða lokal kettlingum og það alveg þekkt í allri sjómannasögu að það eru byggðir út allan heim og í öllum heimsálfum þar sem að eru gjöful fiskimið, þar sem að löndin, þar sem veitt var fyrir utan, voru með mjög stranga reglur það hvort að mætti hleypa sjómönnum í landi ekki. Það er alltaf þannig þegar sjóari kemur í land og pening og hress og skemmtilegur að það eru ýmsar sætar stelpur til í að gera sér dælt við á, sko. Og ýmsir strákar tilbúnir, þú veist alveg hvernig lífið er, sko. Það er alltaf fullt af stelpum sem er gaman að fara niður í bæ þegar það kemur freikáta í Reykjavík, sko. Það er, þú veist. Hvað heldur að myndu margir strákar fara í betri fötin eða kemi hjúkrunarkonuskip, sko. Sjúkraskip með fullt af hjúkum. Í flottum hjúku einkennisbúningum, sko. Hvað eru margir kallmenn sem hafa farið í leini á YouTube og horfa á kvenherdeildirnar kínversku og norðurkóresku marsera á stígvélum með svipuna. Veist, mannlegt eðli að þeir geta hægt að setja regluginn það. Létt spaug, en þegar fólk verður að segja já, það er svona svarta hárið á Vestfjörðum og brúna augun, þetta er náttúrulega duggurnar. Nei, þetta kemur allt frá skrælingjum. Þetta kemur allt út af grænlenskum veiðimönnum sem voru að veiða við Austur-Grænland, sem sigldu yfir sundið og gerðust vinnumenn í 3-4 ár á Ísafirði og Þingeyri og Súanda eitthvað þarna og Súðavík og Patreksfirði og voru í kannski 3-5 ár og áður þeir komu sér svo aftur heim yfir sundið og síðan áfram yfir jökulinn. Því það var mikið það að margir grænlendingar ferðust yfir jökulinn frá vesturbyggðunum
og það hefur aldrei verið búið mikið á austurhliðinni sko. En það hefur alltaf verið mikið veiðuferðir þangað og það var, þegar þú varst búin að vera að veiða til dæmis við Angmaxalik hérna langt í norðri, þá var alveg freistandi að sigla bara frekar á þessum skinnbátum þeirra, sigla frekar niður til Húsavíkur eða niður til til Blöndós eða niður með Ströndum og vera í kannski 1 ár eða kannski 3, 4, 5 ár og fá kannski vinna á einhverjum bæjum eða vinna kannski við eitthvað veiðar eða eitthvað áður þú kæmir þér heim aftur. Og sko síðustu 3-4 aldirnar frá svona 1600 þá vissu allir grænlendingar hvar Ísland sko. Og þeir vissu alveg að þeir voru danski ríkisborgarar á báðum stöðum. Þannig að það voru margir þeirra sem sá líka fyrir sér að þeir gætu farið síðan til Kaupmannahafnar og jafnvel kannski í námi og svo aftur til. Það er engin einangraður í búblunni sinni sko, í knettinum. En ef þú segir þetta, þá er skiptum umræðefni. Þannig að fólk getur ekki hugsað sér að svarta hárið og brúna augun komið frá Inúitum og Grænlandi. Það er náttúrulega gengur ekki sko. Og skoðaðu bara vaxtalegið. Þannig að rasismin á Íslandi er alveg svakalegur. Ég vil að benda þér á annað skemmtilegt sko, þegar talaðir sko hvað varð Íslendingabyggðin á Grænlandi. Ég hef nýlega fjallað svolítið djúpt þetta og oft í gegnum árin. Það er ekki búið að banna það. En fólk segir alltaf já, þeir dóu örugglega út Íslendingarnir. Eða nei, þá komu örugglega svona Tyrkjarán og setti þá í ánauð. Og ég segi nei. Síðustu 100 árin þegar var farið að kólna þarna, þá samlöguðust þeir grænlendingarbyggðunum sem þeir hafðu í rauninni átt samskipti við í 4 aldir. Margir þeirra voru jafnvel orðnir hálfir Inúitar út af blóðblöndun. Þá er skiptum umræðefni. Þetta er lógiska niðurstaðan. Þannig að á Íslandi er rosalega rasismi en hann er undir yfirborðinu. Vita samfylkingamenn eitthvað það? Myndu þeir vera tilbúin að ræða það? Nei, ekki að ræða það. Ekki séns. Þetta fólk er eins og stótt fullt af abstrakt hugmyndum og það er fólk úr þeirra röðum sem rændi 30% af þjóðröðunum fyrir 10 árum síðan. Bara bleitant og er núna að taka þátt í einhverju mestu áróðri og heilaþvætti mannkynssögunar og þjóðarmorðin. En þau ætla ekki að setja þig kannski í fangelsi en eina Íslending sem kemur fram kannski á 10 ára fresti og trúir ekki á helfurina því hann er svolítið öfgakenndur sko. Öfgakenndur. Sérðu sko, núna sérðu okkur ég er að tala um það. Að ég er ekki að tala um helfarránindina. Ég hef engar áhyggjur af því hvort ég fari í fangelsi fyrir endurist þjóðveldi eða helfarorðræðuna eða COVID-orðræðuna eða eitthvað annað sko. Og ég er ekkert að reyna að komast í fangelsi sko. Og ég myndi fá miklu meiri athygli fyrir mínu orðræðu samt sko, ef það er þið gert. Og hún er öll í arkífunum mínu sko. En hvar var Ísland fyrir 70 árum? Ísland var þá hernumið á bandamönnum. Hvar er gyðingahatur á Íslandi síðustu 100 árin? Það er ekki til. Hvar eru menningarvitar, rithöfundar og hverulandar á Íslandi síðustu 70 ár sem hafa látið sig helfurinn eitthvað varða? Það er ekki til. Svo hversuna þarf allt í að setja lög það? Og þeir sömu að setja lög það, hafi ekki einu sinni vit eða þekkingu á umræðefninu. Heldur bara einhverja slagara. Það er sturlun. Hreinræktur sturlun. Og hvar er orðræðan á alþingi eða stjórnmálunum eða menningunni sem greinir þetta og bendir á það? Að þetta er alveg eins og plastpokalögin, sturlun. Jafnlaunavottunin, sturlun. Persónuverndarlögin, sturlun. Hvar er greiningarnar á þessu? Þær eru til. Þær eru til. En hvar er vísindagreiningin á COVID? Hvar er vísindagreiningin á vírusafræðinu? Hvar er vísindagreiningin á lyfjalíginni núna? Hún er ekki til. Menningin er hrunin. Hún kemst ekki lengra. Og siðmenningin er að hefja frjálst fall. Við erum að horfa á það að valdamesti þjóðarleiðtogi heimsins og eftir Xi Jinping og Putin,
þrír valdamestu þjóðarleiðtogar heimsins, að Joseph Biden í Bandaríkjunum, 50% af hans þjóð, hugsanlega 60% af hans þjóð, veit að hann stal kosningunum. Það vaxandi meirihluti fólks allan heim sem áttar sig á því að COVID smitskimunin hreinrækt við lygi, að smitkvíin sem kallað sóttkví eru pólitískar ofsóknir og hugsanlega fólk vinsað af leynilistum, að þessi efni sem verður að sprauta í fólk og uppnefnt bóluefni eiturherferð sem brýtur einmitt Nuremberg-kóðan sem ég myndist aðan, sem, það á ekki við núna, út af, lýðheilsulögum, og það var svolítið umræðum daginn ný sóttvarnalög í Svíþjóð. Það núna að koma ný sóttvarnalög á Íslandi, og fyrir fáeinum vikum síðan benti ég á, það ekki WHO, það ekki Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sem að þvinga þjóðirnar til að taka þátt í COVID, heldur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Þau þjóðríki sem ekki spila með COVID-líni verða sett á hausinn. Þau get ekki annað en hlýtt. Á meðan Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að gera uppskrift að nýjum sóttvarnalögum fyrir öll þessi ríki, þannig að þau verði algjörlega undir vald þessari tveggja stofnanasett. Algjörlega. Þjóðríkin þannig séð eru hægt að vera til. Sjálfstæðið eru horfið. Og inn í þessum nýju sóttvarnalögum eru lög það hvað má gera við genafræðin. Og ég benti á það að bókina sann, hvað heitir hann, John Fortune eða hvað heitir hann, eitthvað Genomics, ég man ekki alltaf titla á hann, og það bara pyrrandi. Að það eru 20 ár síðan svo orðræða hófst að fyrir þessa genafræði mafíu sem að gera eitthvað alveg stórfurðulega hluti, að þeir áttu að sjá því fyrir 20 árum að til þess að geta gert það sem þeir ætla sér þurfa að breyta löggjöf genafræði allan heim. Og já og þú sérð á orðræðinni, almenningur ræðir ekki vísindin, stjórnmálamenn ræði ekki vísindin, læknar sem ræða vísindin missa bara starfið og eru stemplaði geðbilaðir. Fólk hent út af kommunistamiðlum sem áður hétu samfélagsmiðlar eða social media, því bara hent út, forsetum hent út. Það bara, ef þú segir ekki það sem að Fjölnir vill, þá þú bara ábyrðið bara þér fleygt út. Þetta var viljandi þetta skipti, minnst það voru fyndið, hrímþurs, frosti. Það sem einhver spéfugl, mockingbird á vegum mainstreamsmiðla vill að þú haldir, ef þú ert ekki bara á þeirri línu, þá er þið bara fleygt út. Þú ert bara ritskoður, þú ert settur í smittkví, þú ert sprautaði nefur. Og þetta á heimsgrundvelli og þetta ekki operation. Það er ekki hægt að skipuleggja svona stórt operation. Þetta eingöngu framkvæmanlegt út af því að það algjör heims sturlun í gangi, rökhyggja hvarf. Þessi raunhyggja hvarf, en sturlunin rökrétt, en hún ekki raunhæf. Og það sér það enginn, ekki einu sinni trúað fólki að sjá það. Því að ljósenglarnir sjö. Kristna fólki undir fallna ljósengli kristjanismans, en þau eru ófærum að sjá það. Það líka til fallin ljósengil íslamismans og júdaismans. Sér það? Svo eru humanismin, 4. Síðan það nirvanismin, 5. Síðan það dulspekiengilin, mysticism, 6. Og síðan það skurkóadýrkunin sjálf, sem svona fleitnin sem hefur þessu kúlur, svo kemur einn kúla lemur í hana og þá svona kúlan á endanum kastast frá og þetta svona getur gengið svona svolítið lengi. Þetta eru 6 megin þemu í heimsmynd og svo einn fleitn sem að saumar þau saman. Þannig að það birtast alltaf, það til mikið af kristnum humanistum, til dæmis. Það til dæmis mjög mikið af búddískum humanistum. Buddhismi og hinduismi og sintoismi og taoismi allt inn í nirvanismanum. Þau hefur með í sínum kjarna ákveðna svona nirvaníska karmíska fræði og ákveðna aðferðafræði í hugleiðslum og bænum og tempuldóti og annað, þannig að þau eru grúpur saman undir einum ljósengli. Og þetta ekkit þessi greining á ljósenglunum sjö
tekin beint upp úr Biblíunni. Þegar Åpenbarunarbókin var skrifuð, samin, þegar hún var færð fólki, þá vísaði erkiengill Mikael á 7 söfnuði í Asíu og hann nefndi þá með nafni. Og fólk hefur alltaf talað í gegnum túlkun á Åpenbarunarbókina að já, það þessi Fíladelfíu kristnir eða Smyrnu kristnir eða Efesus kristnir og svona eða Laodíkeu kristnir. Nei, kristnir söfnuðir voru ekki til á þessu tíma. Kristnir söfnuðir sko alveg fram undir 200 eftir Krist. Þá voru yfirgnæfandi að kristnir menn sem kölluðu sig þá Nasarena, þeir litu á sig sem gyðinga og mjög mikið af og það voru mikla deilur hjá fyrsta kristna söfnuðinum hvort að þeir þyrftu umskurnin ekki. Þegar Páll postuli fór að tala við óumskorið fólk, þá þurfti að taka sérstaka afstöðu til þess að fólk sem snerist til fylgni við Jesú frá Nasaret, eins og hann var þá kallaður, spámaninn Jesú frá Nasaret, eins og flestir litu á hann, þó að menn bættu síðan við Messias og það allt saman, að innan, og þetta fólk ennþá til, það eru líka til að afbreiða þessu, en kannski ekki á flækjut og mikið, en það var sérstaklega veitt leyfi til þess að fólk sem tæki sem sagt nasareiska trú, sem yrði sem sagt Nasarene Jewish, þeir þyrfti ekki umskurn. Þetta var rosalega stórt umræðumni. Að fólk sem snerist til Jesú útgáfunar af gyðingatrú, þannig horfði fólk á þetta, þannig skildi fólk þetta þá. Að ef þú gerðist kristinn, þá varst að snúa til gyðingatrúar án umskurnar, án þess að ganga undir rabbínavaldið. Og þessu fólki var öllu leyft að stunda samkomur í synagógum eða samkunduhúsum. Ég efast að samfylkingafólkið viti þetta. Að þau eru styrkluð. Að það síðan á annarri öldinni, þetta var ekki gert bara með einu svona United Nations ákvörðun, en það var mikil, gyðingar voru aldrei alveg sáttir við þetta. Hinn almenni gyðingur, þá var umskurt, sko. Og það var á annarri öldinni, hjá sumum gerðist þetta í kringum 120, hjá öðrum í kringum 180 og svona, að smátt og smátt var svo stefna að Nasarenarnir skildu hafa sína eigin samkomur. Þegar Konstantín Mikli, 2 öldum seinna, árið 325, býr til kristnina úr mýþræðismannum, þá tekur hann í rauninni mjög útbreidda trú mýþræðismann og skiptir á nafn á henni og setur sögunar Jesú inn í það. Og Nasarenum var ekki boðið á þau kirkjuþing og ekki heldur biskupnum honum Arianusi. Þess að biskup Arianus trúði ekki þrenningakenningu mýþræðismanns. Svo að þeir voru ekki með. Og þessar deilur ennþá til. Vottar Jehóva, margir sjöndadagsadventistar og margir adventistar, þeir eru miklu meira í Arianusarhóttnum. Og allir þrenningakenningakristnir, þeir segja bara, já nei, sko, Arianusar fólk ekki kristið, sko. Og það átt að segja ekki á því að það sjálft ekki kristið. Þú veist, fallin engil kristjanismans, sjáðu. Það það sem ég að skilgreina fyrir þig. Og þannig að þetta er svona svolítið flókið mál, sko, og verið gaman að tala þetta við rétti. Vegna þess að þú getur ekki ritskoðað fyrir réttarskjöl. Þú getur ekki eitt þeim. Og alveg eins og með fyrstu réttarhöldinni við Ernst Sundell kom út úr því 900 sína bók. Þar sem að báðir aðilar voru skrásettir og rökin þeirra og staðrendirnar settar fram, þannig að hægt var að vega þær og menta þær. Og þetta fullt af fólki sem hefur niðurhalað því. En ég vona þessi ekki að mitt PDF-eintak sé ekki óhlöðlegt. En ég ekki history revisionisti. Og ég
En ég bara benda á þetta, hvar eru helfarar afneitarar Íslands, hvar eru gyðingar Íslands og hvar voru við árið 1945 undir hernámi bandamanna, hver var íslensk afstaða þá, þú veist, þetta ekki draunhæft, sko. En allur pakkin sem við búum við í dag, það ekki heldur. Varðandi ljósenglana sjö, að það mjög algengt að fólk trúir tveimur þeirra í einu. Það eru hérna 2 heimsýnir, önnur þeirra meira ráðandi. Flest kristi fólk til dæmis, það fer á trúarsamkomur og hlustar á boðskapinn frá ljósengli kristjanismans, en það lifir sínu lífi inn í ljósengli humanismans. Árið 1400 þá var mjög mikið af kristnufólki sem að tók þátt í opinberu lífi á vegum kristjanismans. Fór í kaþólska kirkju og gerði allt eins og átt að gera, sko, en var svo í laumi heima að lesa Talmúdinn. Voru í rauninni heima fyrir undir ljósengli júdaismans. Og á dögum Rómaveldis þá var til dæmis mjög mikið af fólki sem var undir fallengli dulspekinnar. Hann var mjög valdamikil á þeim tíma. En svo skiptist það í, sko, sumir voru svona heima fyrir undir kristjanismanum eða undir júdaismanum og svo framvegis. En það sem að ég lendi í þarna þegar að á árunum 2010 til 2014 þá fæ ég endurtekið ákveðna sýnir. Og veturinn 2013-14 voru þær orðnar svo sterkar ég gat ekki lengur komist hjá því að skrásetja þær. Og þær voru eftir þetta. Skilaboð Mikaels til safnaðanna 7 í Asíu voru ekki til fólksins í einhverjum söfnuðum, heldur til ljós englana sem stýrðu þeim. Og ég áttaði mig á því að ég þyrfti þá aðeins að setja mig inn í þetta og ég fór og las það sem Mikael erkiengil segir til hvers engils fyrir sig. Og ég átta mig á því að það hérna minnstur. Það sem sagt hugtakagreining. Þessi orð voru ekki bara eitthvað rant. Þarna var eitthvað lýsing, það voru hugtök sem lýstu hugarfarsmengi og afleiðingum þessu úrvinnslu. Svo ég hugsaði, heyrðu, ég ætla að athuga aðeins hvað þessar 7 borgir eru þekktar fyrir á þeim tíma. Hvað voru þessar 7 borgir þekktar fyrir árið 90. Og ég fór ofan í þær og ég las hvaða heimspeki og lagaspeki og sagfræði og menningarknöttur var identifæður eða auðkendur við þessar borgir. Og þegar ég las til dæmis eina borgina, þá var ég að lýsa nákvæma lýsingu á hugarfari í Íslam. 5 öldum áður en Íslam eru til. Og ein borgin, það var bara eins og ég var að lesa sko svona samsettan hindúisma og búddisma í annar þeirra. Þetta var leið og ég sá það og þá fór ég síðan aftur í lýsingu Mikaels og bar saman og sá hvernig þetta passaði. Og þarna rosa mikið vámóment fyrir mig. Þegar ég sá árið 90 eftir Krist, þá kemur hérna þessi rosalega sýn sem lýsir heimsýn, 7 heimsýnum og hvernig þær falla. Og ég áttaði mig á því að öllu sem ég séð og heyrt túlkun Åpenbarabókina hafði enginn komið fram með svona skýringu og margar af skýringum sem ég hef heyrt og það hefur verið skrifað bækur um þetta, allar þeirra hafði í rauninni allar verið bara svona eins og limp biskit, sko. Og þarna áttaði ég mig á því sem að segir það segir í Daniels bók og segir líka í Åpenbarabókinni, skilningurinn á þessu verður opnaður þegar svo opnun á við. Og þess vegna setti ég inn á logostal.com, hefur ferðið inn á logostal.com og ferðið á smellir og takklátt. Þannig að ég fekk líka sýnir varðandi innsiglin 7, sem annar kapituli en þeir standa hlið við hlið.
fólk til dæmis fer að rífast veirufræðin og vírusafræðin. Þetta eru tvær skildar hugmyndir sem standa hlið við hlið. Þó það eigi síðan ákveðna rót, sameiginlega. Það eru hliðstæður, en það ekki sami kablinn, sko. Svo fer náttúrulega fólk að rífast þá bön og gaman, sko. Að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Rífast einhverja skurkóðadýrkun sem gengur svo fleitni gegnum allt. Þegar þú ferð að átta þig á til dæmis að hvernig, þú veist, abstrakt, konkrét og absolút eða thesis, synthesis og synthesis, þegar þú fattar þrenningarvirknina, hvernig, þú veist, hérna eru tvær sýnir, þær blandar saman. Síðan til með, móti og miðjusetning, sko. Að það kemur 21 útgáfa, í rauninni 22. Og þegar þú fattar allt í eina heimsmynd Egypta og forni Egypta og margra dulsbygginga í gennum aldirnar sáu þetta. Og það þaðan sem Major Arcana kemur. 22 myndir sem allar túlka einhver ákveðna heimsbyggi sem síðan blandast inn í ákveðna persónusbyggi, svo inn í stjörnusbyggina og inn í hverju spil eru síðan öll mystisk táknfræði sem mannkynið hefur, bara sett kóðið inn í táknum og litum og hreyfingu. Og þá sérðu, þetta nákvæmlega sem í rauninni það sem ég að tala í langavídeónu minni nót, að þegar út komin á það stig að þú sérð alla sturlunina og finnur líka sko það sem að hefur í rauninni staðist öldugang tímans í mismunandi stigum sturlunar í gegnum aldinar að, já þeir sem eru að berjast gegn COVID og eru að segja, já, neina, Jesús þinn Mýþras, hann inn í sataníska menginu, nei, hún getur ekki slögt svona, ég seti bara í helfararfangelsi.